Komið öll sæl. Sýnir Egils hefja haustgönguna. Við erum búin að vera í sumarfrí í síðustu vikur en nú tökum við upp þráðinn sem frá var horfið og verum hér í beinni útsendingu alla sunnudaga. Það er við bræður, ég Sigurður Magnús og Gunnar Smári sem erum umsjónarmenn þáttarins og eins og svo oft áður þá er þetta í tveimur hálfleikum, fyrri hálfleikur og seinni hálfleikur og í seinni hlutanum koma til okkar Margrét Vilhjálmsdóttir afbrotafræðingur, Nikoli Limosti sem er doktorsnemi og Snorri Másson þingmaður. En hérna í fyrri hlutanum þá er það Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB, Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri vísbendingar og Sirri Hallgríms verkefnastjóri. Hérna, já, við erum velkomin. Takk fyrir. Takk. Við verðum að byrja í Alaska. Það er svona frétt sem að kannski við svona fylgjast með hundinu og svona það sem á eftir kemur. Sonja, þú vantilega fylgst með þessu eins og við hinn? Já, sko, það var auðvitað svona fyrir fundin að þá voru hugsaðan bara vonandi kemur ekkert út úr þessu og kannski voru það bara bestu fréttirnar en auðvitað, já, kannski ekki mikið vitað um það. Kannski hefur eitthvað meira að fara í framheldur en kom hana en þetta er auðvitað, já, þú veist, að því við nefndum að áður nú kom inn að við lifum mjög áhugaverðum tímum og þetta verður náttúrulega áhugaverðara og áhugaverðara. Það er svona tveir, svona hálfpartinn innræði sinnar bara alltaf að ráða ráðum sínum. Já. Annar er yfirlýstur stríðsglæpamaður. Já, og hinn náttúrulega virðist vera í því aðalverkefni að reyna að seilast eftir friðarverðlaun Nóbel sem er náttúrulega mjög áhugavert svona í ljósi þess að það nú stríða annars þar í heiminum sem að Bandaríkin bera mikla ábyrgð á líka. Já, ég held að Þorvaldur Gylfason hafi skrifað það einmitt að sá sem að sækist eftir friðarverðlaun Nóbels, hann getur ekki fengið þau. Já, það er bara Nóbel sjálfur það er sá sem að bankar upp á, hún við vísa út. Þannig að hann hafa nátt möguleika þá var kannski búin að eyða þeim. Svo breytast allar reglur í heiminum í dag núna í hverju viku, sko. Já, það er ekki fett. Já, það er, maður myndi að hugsa bara, þetta er alltaf að verða meira og meira eins og einhver dystopía og ég meina ef þetta myndi gerast, þá væri bara... Já, ef að það er það sem það kostar að láta eitt af þessum tveimur stríðum allavega hætta að þá, og það snýst náttúrulega gullið í velunarpenningnum og peningana sem hann fær, því það er það sem að dregur áfram þennan mann. Og gleymið ekki, hann er líka dæmdur, þó hann sé ekki eftirlýstur alþjóðlega. En það sem að mér fannst nú, sko ég skrifaði nú í leiðara í vísbendingu á föstudaginn, skrifaði á fimmtudeginum, sko að þetta gæti verið sko svona sögulegu viðburður sem kæmi út úr fundinum en það gæti líka verið að það myndi ekkert breytast. Núna er eiginlega, nú bíðum við eftir fundinum í Washington á mánudaginn þegar Zelenský kemur sem lendi nú í svolítið miklu svona bullyingi þar síðast þegar hann mætti til Washington. Var aðeins laga þegar hann reddaði sæti þarna í fordyri Péturskirkjunnar í Róm fyrir jarðarför Pávans og þeir náðu einhvern veginn að sættast smávegis en ég var nú að tala við vinni mína í Ameríku í morgun til að heyra þaðan sko og það sem er svolítið áhugavert við þetta en náttúrulega með þessari sýningu, hvað sem maður vil kalla þetta, rauða dreiglinum sem að bandaríski hermenn að leggja þarna á malbyggið í herstöðinni fyrir þennan gest að þá er náttúrulega ekki verið að tala um Gaza á meðan. Nei. Og eiginlega mín pælingi hitapottunum á hann sko, þegar ég var að reyna að hugsa upp eitthvað snjallt til að segja hérna sko að hafandi hlustað á ágætis vikulokk á RÚV í gær, þar sem voru sko Þórdís Kolbrún fyrir utanríkisráðherra, Baldur Þórhalls og síðan Albert sem er alltaf fenginn, sem var reyndar með Jóni Ólafs í Sprengisandi í morgun líka, að ég eiginlega mæli með því við alla núna ef þið eftir að hlusta á þetta eða að hlusta á allar umræður þessi mál núna og skipta út Palestínu fyrir Úkraínu og Rússlandi fyrir Ísrael og bara pæla í umræðin út frá því að því að það er eiginlega svona einn af áhugaverðu lærdómum í þessu ástandi í heiminum í dag að við erum að skiptast upp
og til í að breyta reglum sumt en ekki annað og já, mjög svona áhugaverð, misvísandi umræða, mismunandi stríðin. Við horfum ekki á þetta með einhverja aðdáun, við erum bara, jafnvel bara reið ef eitthvað er. Er ekki? Jú, ég held að sko ef við bökkum og förum aftur til Alaska, að þá náttúrulega kosningalofvörð Trumps var að ljúka og koma á friði í Evrópu á bara einum sólarhring. Honum hefur ekki tekist það og svo er þessi fundur settur á laggirnar og ég tek undir með Ásgeiri að það er ágætt að skoða svona stóru myndina í kringum það, hvað er búið að vera í gangi áður en að þessi fundur kom til. Og eins og góð vinkona mín frá Bandaríkjunum, sem þið hittu nú áðan, sagði að fyrir þennan fund þá er náttúrulega Trump í klemmu út af Epstein skjölunum og allir þeirri birtingu og nú er engin fókus á það, nú er engin að tala um það, nú er verið að tala um bara þetta og hann í einhverjum svona friðapostúli og ég veit ekki, þú veist, ekki það ég sé að koma með einhverja samsæriskenningar en ég menna að það er ágætt að horfa stundum á stóru myndina. Það sé smjörklípa. Já, og að því að það kemur síðan í þannilega séð ekkert út úr þessum fundi fyrir Trump og það er Putin sem labbar út úr þessum fundi sem sigurveri. Bæði mætti sem sigur og fór sem sigurveri. Já, og hann styrkir bara sína stöðu og þeir labba þarna út hönd í hönd og hann fær bara far og það er hann fær bara gott atlæti og klappa á öxlinu á honum og þrátt fyrir að ekkert hafi komið út úr þessum viðræðum sem er svolítið áhugavert. Og nú er búið að breyta þessu í áherslunni úr vopnahlé í friðarumræður og meðan sko situr Zelenski og stjórna og yfirvöld Úkraínu og hafa í raun og veru ekkert annað í engan annan valkost en bara að bíða og sjá og síðan bara að núna mæta til Washington og taka þátt í einhverjum umræðum og þú veist, þeim er alveg Zelenski er alveg bara fastur í raun og veru, hann getur ekkert annað gert en bara að gangast við þessu og maður skilur ekki alveg hvert þetta leiðir, líklegasta niðurstaðan ef að það eigi að nást friður er bara að gefa eitthvað, Úkraína gefi eitthvað eftir en hvort það dugi til, það treystir enginn Rússunum, þú veist að maður veit það ekki en þetta eru eins og við töluðum áðan, þessir skrýtnu tímar sem við lifum á verða bara skrýtnar og skrýtnari. Þá er einmitt þetta, ég menna ef að leiðina friðir að Úkraína gefi eitthvað eftir, þú veist hvað fordæmi setur það, hvað þýðingu hefur það, þú veist fyrir, og það er auðvitað svona stærstu áhyggjurnar og svo er auðvitað bara, já, það verður svo áhugavert að sjá að því að eins og að koma inn á aðan, sko, síðasti fundur Trump og Zelenski, sko, þú veist, að því hann er svo mikið ólíkindtól Trump, þú veist, maður átt að segja aldrei á, það er ekkert endilega að gefa hann hægja sér eins núna, að því hann er kannski einhverju öðru bara missjóni, en þetta verður náttúrulega mjög áhugavert. Það er Smári. Með fundin við, ég átti samtal við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, á fimmtudaginn, og var að spá fyrir hvað myndi koma út úr fundi og það sem kemur út úr fundinu væri að Putin yrði sigurvegari. Það fengi viðurkenningu því að Rússar væru á leiðinni aftur inn í alþjóðasamfélagið sem að þessar myndir sem þau eru að vísa til að hann á rauðum trygli og hann talar fyrstur á blaðamannfundinum er allt saman svona ábendingar til þess að það væri. Evrópuleiðtogarnir hafðu lagt ákveði fyrir fundin að Úkraína yrði hluti af friðarviðræðunum, ekki yrði samið breytt landamæri án þeirra. Að þeim yrði tryggð eitthvað öryggi, varnir fyrir frekari árásum Rússa og ef fundurinn yrði árangurslaus að þá yrði hert á refsiaðgerðum. Trump lýsti yfir eftir fundinum að það væri engar refsiaðgerðir á leiðinni, þessi svona tollar á lönd sem hafa tekið upp viðskipti við Rússland eftir að Evrópa hætti, eins og Indland og Kína, að þeir eru farinir út á borðinu. Hann var svona talað um það í vor og snemma sumars
og var alltaf að svona ýta því undan sér, en hann lýsti yfir eftir fundin að það yrði ekki. Og hann segir eitthvað sem svo Trump að nú bara boltinn, ég búinn að semja við Rússa og nú boltinn hjá Úkraínu og náttúrulega kannski Evrópu, betur þarna við. Og mér finnst það benda til þess að hann sé bara að hann eiginlega hættur. Ef að Evrópa vill styðja Úkraínu í stríðinu sem að, ég meina, flestir eru sammála að þar hafa Rússar yfirhöndina og því Rússar mæta því við samningsborðið með tiltölulega sterkari stöðu því áframhaldandi stríð mun leiða til verri stöðu fyrir Úkraínu. Úkraínu í leiðri stöðu, það er best að semja núna því ef þú ætlar að semja til hálft ár og þá verður það líka bara verra því að þú verður að hafa einhverja stöð og vígvillum til þess að geta samið. Og það eru sjónarmið og við höfum vitað það lengi að það eru sjónarmið inn í ríkisstjórn Bandaríkjanna sem segja að þetta stríðið tapað. Það er vonlaust að halda þessu áfram, það bara endar með einhverjum hörmungum, ekki ætla að fara út í annað Afganistan, eitthvað slíkt í 20 ár í þessu stríði. En síðan eru sjónarmið sem að segja að Bandaríkjunum verða að standa með Evrópu og Úkraínu og Trump, því segja þess ekki að marka hann bara flakkar hann á milli, það fyrir eftir því svona hvað hann er. Þegar hann tók við og hann ætlaði að leysa stríðið á einu degi með einu símtali, þá ætlaði hann að ganga að skilyrði Rússa og tróða í í kokið á Evrópu. Komst að því að það var ekki að virka, hvorki gagnvart Evrópu og hann hafði ekki alveg fullan stuðning innan Bandaríkjanna til þess að gera það. Þá leit út eins og hann ætlaði að beita Rússa hörðu, það var svona í vor og fram til sumri en hann augljóslega farin af þeirri braut og núna segir hann sér svo að, ég meina ef að Evrópa vill halda stríðin áfram að þá við getum alveg sendt vopn en þið verða að borga fyrir það. Og þannig hann að draga úr stuðningi við Úkraínu, hann að draga úr því að Bandaríkjamenn muni fara á sveif með einhverjum hertum viðskiptaþvingurum sem við getum náttúrulega sett spurningamerki við því að Evrópusambandið komið með 19. pakkan og það hefur bara ekki virkað hingað til, þannig að átti 20. pakkin að virka eða 21. eitthvað svoleiðis, þannig að við verðum líka að vera svolítið raunsæ það að þeirra aðgerðir sem að Vesturveldin og Evrópa hafa verið með í Úkraínustríðinu hafa ekki leitt til að Rússar tapi. Ástand í Úkraínu hryllingur, algjör hryllingur og framtíð Úkraínu hryllileg. Já, en mér finnst líka, að tala Evrópu, þarna eru þeir sem sagt, Rússin og Bandaríkjamaður. Ég er ekki að leggja þetta til, ég er bara að reyna að lesa í það hvað Trump hvernig hann les stöðuna. Hann yfirgefið Úkraínu. Það eins og vanti Evrópu inn í þessar samræður. Evrópa hefur ekki vald, Evrópa hefur ekki hervald, hefur ekki efnahagslegt vald, hefur enga stöðu til þess að vera þáttakandi í þessum umræðum. Trump lítur á það að umræðuna snúast það hvernig stórveldin sem Bandaríkin og Kína og Rússland skipta með sér heiminum. Evrópa gaf eftir í varnir sína til Bandaríkjanna eftir seinna stríð. Evrópa hefur enga samstöðu, hefur enga getu, þeir hafa ekki vopn, þeir geta ekki sent vopn til þeir hafa ekki vopn á framleiðslu, þeir hafa ekkert afl til þess að hjálpa Úkraínu. Nei, ég segi það, við sem Evrópubúar, þeir hafa bara orð. Okkar heimsálfa bara hún á bara orð. Já, ef ég má koma inn í þetta, þó að séu 19 pakkar búnir, þá ekki hægt að segja að þeir hafa verið gagnslausir, þó að því þú veist ekki hvernig ástandi væri ef þeir hefði ekki verið gerðir. Stóri vandinn í því náttúrulega annars vegar smygli og hins vegar það þeir sem að falla ekki undir það. Það er að segja olíuviðskiptir og svona fari gegnum Indland en á lægra verði sem hefur nýst Indlandi til iðnaðaruppbyggingar. Indland að taka við iPhone-framleiðslunni frá Kína. Þú veist, þannig að þetta og nú er ég bara að tala úr alþjóða efnahagspressunni, en þá ekki allavega að fara frá Bandaríkjanna hálfu í hart gagnvart Kína eins og staðan núna og þá ætla ég að leyfa mér að benda á alveg magna viðtal við hann Ragnar Baldursson í 2 þáttum hér á samstöðunni fyrir vikunni sem að skýrir mjög vel út fyrir manni Kína því við verðum að skilja Kína núna ef við ætlum að skilja hvað er að gerast í heiminum. Ég skrifaði fyrir helgina í smá yfirferð svona þessar flekarhreyfingar í heimskerfinu og með smá sögulegum bakgrunni og vitnaði Gideon Rachman sem sagði þegar ef að Zelenski verður ekki á fundinum í Alaska, þú veist, ef þú ert ekki við fundarborðið að þá ertu líklega á matselinum. Núna
sko er spurningin hvort við séum að fara inn í það ef að hérna þetta er rétt greining sem að Gunnar Smári dregur fram hvar Trump stendur að þá sé sko Evrópa á matseðlinum. Ég var nú bara að gefa þetta kynna að við litla Ísland gætum verið á matseðlinum sko ef við viljum ekki vera með í Brussel, en sko alvarleiki málsins er þessi, ef að það þarf að fara að verja Úkraínu með hermönnum á landsvæði Úkraínu, að þá er Evrópa með svo fáa. Þegar að Trump segir, og maður þarf náttúrulega alltaf að túlka það sem Trump segir sko á þríþættan hátt, maður þarf að vera með sálfræðing, maður þarf að vera með myndgreiningu á ljósmyndunum og svo þarf maður að vera í einhverju svona sviðsmyndagreiningu, en sem hann var að bjóða í þessum núna, og spurningin kemur á morgun hvernig hann sé að bjóða það að tryggja varnir Úkraínu gegn því að þeir gangi ekki inn í NATO. Og hvað þýðir það, og ég man ekki hvort þetta var í vikulokunum eða sprengisandi sem ég heyrði þetta mjög vel greint. Það er að segja, ef það er ekki bandarískir hermenn fremst til varna, til að ógna, til að standa gegn Rússunum, að þá, sérstaklega ef bandaríkjamenn draga sko tæknilegu aðstöðuna sína sem er að hjálpa Úkraínu núna að hitta rétt skotmörk, öll þessi tækni herþjónustu bandaríkjanna, þeir draga það tilbaka í viðbót við að vera ekki að senda vopnin eða að láta Evrópu borga fyrir vopnin sem þeir eru að senda. Þú veist, að þá er sko þrátt fyrir það að Evrópa og sko viðskiptafélögin eru fullir af því hvernig Evrópa er að sko margfalda upp hergagnaframleiðsluna sína og taka upp herskyldu í löndunum, nokkrum, fleirum, og finna út að skriðdrekarnir komast ekki yfir brýnnar þegar við þurfum að færa þá til, og það eru, þú veist, franski skriðdrekar búin að vera á göttunum í Sviss núna. Það er bara, sko, það er absúrt að segja að Evrópa sé ekki tilbúin. Evrópa var náttúrulega alls ekki tilbúin því hún lét Bandaríkin sjá varnina sína frá seinna stríði og sérstaklega gegnum kalda stríði. En Evrópa er að gera sig. Þú ert alltaf fram, hún getur orðið tilbúin kannski eftir 14 ár. Nei, ég er ekki að halda þig fram. Ég er bara að segja það því að fjölmiðlar á Íslandi lesa ákaflega lítið af evrópskum miðlum og ég meina Svíþjóð er búin að umturnast á síðustu 2 árum, ekkert eitthvað bara gangin í NATO. Það er bara að vera að æfa börn í því, það er að senda leiðbenningar heim til fólks, ungt fólk í Svíþjóð er bara mjög tilbúið til að fara í herskyldu og verja sitt land. Það er sko búið að plana hvernig þjóðargerðseminar eru fluttar úr þjóðminjasafninu í örugga geymslu. Það er allt á fullu og aftur úr viðskiptapressunni í að undirbúa Evrópu fyrir eitthvað sem að lætur mig bara vera að lesa sögu sko fyrir á seinna stríðs til þess að skilja hvað gerast. En ef ég má aðeins koma inn í þetta, þá er mitt sko, það sást bara svolítið vel og ég tek undir það sem Gunnar Smári var að segja, varðandi varnarmálin og hvernig Evrópa stendur gagnvart þessu og Bandaríkjunum, að það sást mjög vel á síðasta NATO-fundi þegar að Trump kemur bara og segir, heyrðu, þið þurfum bara að borga þetta, og Evrópa var ekki í neinni stöðu annað en að segja bara já. Og við líka, ég meina, og við erum sjálf hér að fara að eyða miklu meira í varnarmál eða þurfum að gera og þetta sem að þú nefnir varðandi að Evrópa sé að efla hernaðinn sinn, það er bara, sem að segja að góðri íslensku, too little too late, vegna þess að þeir eru bara mörgum áratugum á eftir í þróun vopna og vopnaframleiðslu og annað slíkt, að því að þeir hafa algjörlega látið, eins og þú sagðir, Bandaríkjamenn sjá þetta og nú sést líka bara varðandi þennan fund í Alaska, það er sko NATO sem að er lykil þáttur í varnarmálum í Evrópu. Og í því samhengi langar maður að nefna á svolítið skrítið að hér sé verið að tala einhverja Evrópu aðildarviðræður á þeim forsendum að við þurfum að efla okkar varnarmál, vegna þess að það augljóslega er ekki augljóslega sýnir sig að NATO er það sem að allir eru að reiða sig á, og Evrópa, bara það til dæmis ef Úkraína færi inn í Evrópusambandi núna, það myndi ekki gagnast þeim neitt í varnarmálum.
En sko, aðgreinum á milli, það er svo merkilegt hvernig umræðan á Íslandi fer alltaf í Evrópusambandsaðild Íslands, aukaðir í þessu NATO. Í þessu samhengja því að virðist vera að tala um að forsendur væri út af varnarmálum. En NATO, og nú ég bara veitni í alþjóðlega fjölmiðla á einhverja greina sem ég skrifaði í byrjun ársins í heimildina, sko, þú veist, NATO kannski dysfunksional. NATO var í sinni stærstu existential krísu þegar Trump fór inn á fundin 2018. Ég rifjaði það upp eftir mjög vandað úttekt. 5 blaðamenn í 5 mánuði sem talaði við alla 150 mann sem voru á NATO-fundunum 2018 sem kom út fyrir sumar. Maður vil skilja hvernig Trump þar byrjar að brjóta upp NATO. Núna á síðasta fundunum þó það hefur verið settlað að þú veist ekki og það í hendina á þessum eina manni sem að, þú veist, fer stundum eftir taco, þú veist, Trump always chickens out eins og fundunum í Alaska og þannig þú veist ekkert hvort að hann stendur við 50 greinina eða 18 greinina. Þannig að ætla að stóla sig á NATO sem varnir í þessum heimi þar sem sem sagt, þessi eini kall og þessi góði vinur hans sem hann hitti í Alaska á föstudaginn séu gaurarnir sko, að þá og kannski sko ekki bara eitthvað Úkraína eða Ísland eða Grænland á matselinum hjá þeim, heldur hreinlega bara Evrópa hérna að þá sko spurningin hvort við þurfum aftur að hringja Ólaf Ragnar og tengslinn hans við Kína því að það sé okkar eini bandamaður í heiminum. Nei, það sem ég var bara að benda á ekkert endilega að NATO sé besti góði kostur en það eini kosturinn sem en Evrópusambandi það allavega ekki, sko. Það sé alveg, Evrópusambandi búið að vera að byggja upp sinn sameiginlega hernaðarmátt á síðustu 3 árum á meiri skala. Evrópusambandi hefur breyst meira á síðustu 2 árum heldur en, sko... Ég held að Ísland sé eina landi sem líti á Evrópusamband sem varnarbandalag. Nei, ég ekki hvað heldur að þeir sé að gera þegar þeir eru að samþætta hernaðarframleiðslu? Þeir eru að samþætta þetta innan NATO, sko. Já, það er NATO sem ákveður hversu byrjirnar, hversu Ölfusárbrú á að vera breið til þess að franski skriðdreka komist yfir. Það er ekki Evrópusambandið. Sko... En ég ætla aðeins að því að vera að tala um Trump og Putin og oft vera að tala um að þau eru sálfræðingar til þess að skilja þetta. Ég held að það sé, ég var af í svoleiðis hugsun, þetta séu okkur 2 klikkaði kallar. Þetta eru menn sem ég held að Putin njóti sko stuðning svona 85% af sinni þjóð, sem styður bara hans stefnu. Og ef við myndum fjarlægja hann þá fengjum við eitthvað svipað eða ég fælega þá vera. Og sama á við Trump, ég held að afstaða hans að að þetta séu, hann að spila eftir sko öryggisgreiningu sem bara innan úr Pentagon, að ef að Kína á að vera okkar framtíðar óvinnur, að þá það mjög óeflegt fyrir okkur að rekja Rússa í fangið á Kínverjum, þess vegna verðum við að byggja upp betri samskipti við Rússa til þess að geta verið betri stöðu til þess að eiga við okkar framtíðar óvinn. Þetta bara búið að vera þekkt í Bandaríkjunum alla þessa öld, að þetta þykir ekki vera sniðugt að gera andstæðing úr Rússlandi. Þetta eins og bara andstæðir hagsmunir sem Evrópuleiðtogarnir meta, sem að líta svo á að það sé ekki friður í Evrópunum að Rússland sé andstæðingur. Ég meina það enginn í Evrópu sem að tala um það hver á að vera staða Evrópu og Rússlands eftir 50 ár. Bara enginn sem að pæla í því. Þetta eru bara allir til í það að það er allir til í að herfaðast, herfaða hugafar barnanna og bjarga þjóðminjasafninu, þannig að sko Svíarnir geti gert neitt til þess að aðstoða Úkraínu með því. En það er allir til að herfaðast í Evrópu, það er til að eyða 5% af landsframleiðslunum í hernað og varnir, það er enginn til að tala um diplomatíu, það er enginn til að tala um það hvers konar, hvernig við að tryggja frið til framtíðar Evrópu. Og ef við myndum spyrja mangi svona að því, er það gert með hervæðingu? Mun hervæðing leiða til friðar og öryggis? Nei, af hverju er það að því? Ég held að séu samt fyrst og fremst að undirbúa þessu undir þessu í Svíþjóð og maður hefur kannski sterkast hjá þeim af hinum Norðurlandaþjóðunum og ég vísa bara í þær umræðar sem átt sér stað á svona Norðurlanda vettvangi samtaka launafólks að þá er alveg umræða þar sko hvernig eigum við verkalýðshreyfingin að undirbúa okkur undir stríði í löndunum okkar, hvað getum við gert fyrir okkar félagsfólk. Já, sko, en ég held þegar þú ert með raunverulega, þú veist, hvað maður segir, þegar þú átt við þetta etja. Það er ófriðarsegur Ég meina það er alltaf númer 1 að búa til friðinn, en ef allt annað bregst. Hvernig hélt Svíþjóð frið við Sovétríkin og rússneska keisaradæmið?
Ættir ekki að fara að rifja það brauð? Já, þú veist, jú, ég meina núverandi ríkisstjórn Svíþjóð alltaf heldur ekkert eitthvað sem maður myndi veðja á, þú veist, en samt, þú veist, ég er að segja að þetta er ógnir, það er bara velnett fólk í Svíþjóð sem upplifir það að bara stríð sig yfirvofandi. En ef allir gera ráð fyrir stríði þá verður stríð. En þú getur ekki verið bæði á móti Evrópusambandinu og það sé hinn vondi en líka verið á móti það sem við tala stríð. Ég meina, Evrópusambandið er sko... Ég var að tala Rússland og keisaradæmi rússneska og Sovétríkin. Og heldur að Evrópusambandið sé ekki búið að vera á fullu í diplomasíu í fullt af löndum þannig kring og ég meina, þú veist, Moldóva, Georgia, allt dæmið. Ég meina, það er mjög mikla líkur á að von der Leyen hafi beilað inn á tollana í samningunum við Trump fyrir nokkrum vikum til að tryggja áfram að þeir myndu styðja við varnir Úkraínu. Hún var tilbúin að gefa eftir sko, og fórna... En Ásgeir, þú ert að tala diplomatíu gagnvart Trump og Bandaríkjunum, þú ert ekki að tala diplomatíu gagnvart Rússlandi. Við vorum með Evrópuráði hérna í Hörpu að semja einhvern veginn hvernig þeir ætluðu að hafa versalasamninga þegar þeir væru búin að sigra á vígvellinum. Þetta er diplomatían í Evrópu. Nei, það var engafundur einhver, ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um það sem að venjulega... Inn í Evrópusambandinu er fólk sem að segir að eina leiðin til þess að hafa frið í Evrópu er að brjóta niður Rússland, þannig að verður fallen state. Þess vegna verður við að sigra Rússland ekki bara í Úkraínu, heldur verður helst herinn okkar að fara inn í Rússland og brjóta þau. Þetta er bara, ég tek ekki þátt svona umræð. Það sem að Evrópa er að verja með því að vera að styðja Úkraínu eru Evrópsgildi sem að Úkraína vogaði sér að vilja taka upp í sínu landi og það var það sem að gerði Pútín brjálaðan. Sko, og það er það sem varnirnar hjá Evrópu snúast og það eru varnir og lýðræðislegum gildum sem báðum þessum kollum sem eru ekki klikkaðir en þeir eru hins vegar óáræðanlegir því að þeir bara gera það sem þeir græða sjálfur mest á. Þeir eru bara hinn sko, skýrasta mynd ultra-neoliberalismans. Þeir eru báðir moldríkir og hafa komist til valda með sínum peningum til að tryggja sér og sinna vina hagsmuni. Þeir eru lýðræðislegir. Þó þú getur alveg sagt, já, 90-80% rússnesku þjóðanna styðjan og helmingur Bandaríkjanna kaus Trump. Ég ber alveg fulla lýðræðislega virðingu fyrir því, en það er byggt á peningavaldi eins og Þorvaldur Gylfason var held ég viðtali hjá þeirum, ég er ekki búin að klára að horfa það, en sko, og þið sjáu það bara þegar Tim Cook frá Apple kemur í heimsókn til hans og gefur honum einhvern glerhring svona eins og verðlaunagrip á íþróttamóti sem er á gullfæti og skýra gulli. Þú veist, þetta er bara, þetta er performatív sýning á mútum af því það er það eina sem að þessir kallar sem að ráða ansi miklu í heiminum ganga á og ef að Evrópu verður slátrað étin á þessu borði þeirra að þá er eiginlega það næsta sem við komumst einhvers konar lýðræðisskilningi, þetta sem að Ragnar var að lýsa ágætlega með hvernig kommunistaflokkurinn í Kína virkar, það sem eru þó bjúrókrasar sem ákveða eitthvað, svona eins og í Brussel og einhvers konar samkomulag eitthvað, þó það sé reyndar sko ekki eins og mín hugmyndin það sem ég var að segja að brjóta niður Rússlands er haft eftir Kaiju Kallas sem er í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og fer með öryggismál. Þannig ef þú vilt ekki tala við hennar sjónarmið, þá er það bara þitt. Hún er náttúrulega að tala í diplomasíu. Hún er sér með utanríkismál og öryggismál í Evrópusambandinu. Hún er með þessi viðhorf. Og það er ekki furðugt að við séum í vanda. Nei, svo líka eins og vorum að tala við náður komið inn. Vinkona þín sem kom með þér og hefur búið mikið í Bandaríkjunum. Hún er reynilega lýsa hugarfæri fólksins því að það er ekki fólk sem koma ólögulega inn í landi, búin að eiga heima í 10 ára, búin að skjóta niður rótum og allt og svo bara vera að leita þessu fólki og svona kannski ekki eins og gestabók gerði við kýringana en nánast það er bara að vera að taka fólkið og fara með það og frá því sem það hefur yfir fyrir og með í langan tíma og það er ekki bara þetta, það er meira sem að innanlandsvandinn hjá Trump er mjög mikill. Hann er búin að fara allt og ógætilega, hann er búin að kalla út þjóðvaraliðið og það er búin að reka það í burt aftur að það var ólöglegt. Þannig að maðurinn er alveg
bara skoppar að kvíla í hausnum á. Ég er ekki viss hann eða hans fylgjendur telji það að vera óvarlegt, sko. Ég telji þetta bara að vera hluti af einhverju aðgerð sem þeir eru að byggja upp. Þeir eru að auka þol þjóðarinnar við svona aðgerðum og þú gerir það, ferð eins langt og getur og bakka pínlítið svo heldur áfram. Hann fór í LA og það gekk svona og það fer hann næst í Washington DC og hann heldur bara áfram, sko, þetta er ekki mistök. Nei, hann var rekið þaðan. Ég myndi ekki halda þetta að þeir metið þessi svo að þetta hafi verið mistök, bara langt í frá. Hann gengið og langt, sagði ég er ekki að segja ekki. Ég held að þeir metið ekki þannig. Ég held að það sem hann kann einna best er að spila á almenningsálit og fjölmiðla og með allskins svona aðgerðum sem eru drastiskar, þá er hann að taka fókusinn og af einhverju öðru og setja á eitthvað annað. Og svo rugglar hann bara alla í rýminu og að meðan hann er bara að gera ykkur hluti sem enginn þá er að spá í á meðan. En mér langar samt, sko, þegar tíminn líður svo rætt, við verðum að koma þess heim, sko. Það er til dæmis nú er verðbólguhorfur, hverju þetta aftur? Hver eru verðbólguhorfur? Það eru bankarnir að vera að koma með svona 4,5% út árið sem er svona hárfínt undir mörkunum sem er í kjarasamningum, þannig að Sonja og félagar geta ekki rift samningum út af verðbólgu. Er það þannig? Já, þess með ágúst núna, 2025, að þessi 4,95. Þetta er auðvitað forsenda ákvæði samningum SÍ-félag og SA, þannig að það væri þau sem myndu koma að borðinu. Einhvern veginn í grunninn að þá, eins og ég sé það, þó að þú veist, það sé svolítið síðan og ég var að segja það maður svona kom úr sumar fyrir, maður að dusta rykið af því sem maður einu sinni myndi og kunni. En þá held ég að sé ekki mikið í þessu sem að leiði til einhvers konar uppbrots á kjarasamningum, en þetta eru þau best þess fallin sem að sitja í forsendunefndinni að ræða það og skoða það. Af því að þú varst að spyrja, sko, hvað gerist nú? Það eru bara kjarasamningar í gildi á almennu vinnumarkaði hjá nánast öllum til janúar 2028 og mars, apríl hjá okkar félögum og opinberu vinnumarkaði. Og engin uppsagnar ákvæði. En vextir, verða þeir óbreyttir, heldur það á sem sinnar? Ég veit ekki hvort ég... Þú reistur vísbendingar að Já, ég veit ekki hvort ég á að vitna í það sem er úr alþjóðlegu pressunni, af því að stundum er svo furðulegt hvernig það kemst ekki inn í fjölmiðlana hér á landi, en verðbólguhorfur í Bandaríkjunum er að rjúka upp núna. Að því að tollanir eru að kikka inn og hér á landi, ég held núna þarf maður að vera að fylgjast með genginu og það er nú bara gruna mig hún sé vitið að beint en hægt að hreyfa það af einhverjum svona stórum aðlum. Ég meina Seðlabankinn hefur náttúrulega verið að grípa inn í, þannig að svolítið hraustlega, eða ekki? Hann hefur gripið svolítið hraustlega inn í að halda krónunni niðri. Og það er, þú veist, náttúrulega útflutningsatvinnuvegir vilja það. Við erum svolítið að keyra á þessu gamla stýrikerfi þó heimurinn hafi breyst og það er ekki hægt að láta pólitíkus að biðja gengisfellingu en þannig að ég Þyrfti að fella ekki í það? Er krónan of sterk? Það fyrir eftir ég meina, þú getur ekki spurt Ritson þessu, það fyrir eftir hvernig þú spyrð, ég meina, eftir hvar fólk stendur, ég meina, spurningin snýst er hægt að láta launafólk taka meira á sig því þessi barátta snýst það, eða er hægt að láta, viðskiptalífið á Íslandi læra að á því er ekki bara tryggð upside en downside er einhvern veginn annarkvort dulið, ríkið tekur það á sig eða við látum lífeyrissjóðina að taka höggið. Þannig að ég held að þeir, ef við ætlar að þvinga mig að spá, ég held að þeir breyti ekki vöxtunum, þó mér finnst þeir ætti að gera það, því að það náttúrulega eru að einhverju leyti það sem er að valda atvinnulífinu líka vanda og ég meina ef við ætlum að hugsa hvaðan kemur verðbólgan og maður er að hugsa út frá
venjulegu launafólki sem að borga annarkvort verðtryggða leigusamninga eða húsnæðislán, að þá náttúrulega ætti hér að vera á skala við hervæðingu Evrópu, einhvers konar húsnæðisaðgerða dæmi, en það er erfitt að sjá þess merki og í stað þess að verktakarnir sé að byggja á fullu, þá liggja þær á lóðunum og treysta á hækkunina á því og verðbólgan er náttúrulega þægileg því þá hækkar allt bara og þú... Alltaf hátt vaxtastig líka alveg áhrif sem og möguleika þeirra til þess að... Það er þess sem ég var að segja, það þarf náttúrulega að lækka vextina ef maður ætlar að leysa úr vandanum og náttúrulega myndi leysa úr vanda sveitarfélaga og ríkissjóðs líka með því að lækka vaxtastigina en það er eins vegar sem ég hef kallað oft hér og lengi, ég meina velferðaríki kapitalsins, það er tryggt svo vel að kapitalið fái sitt og tapi ekki, þó að í eðlilegum kapitalisma ætti það stundum að tapa og þar situm við bara í klemmu og heimurinn er kannski að fara inn í enn meira stríðsástand, er allavega byrjað í tollastríðsástandi sem er að keyra upp verðbólgu í heiminum í viðbót við hvernig COVID keyrði upp verð í heiminum og svo búum við fákeppnið umhverfið þar sem að þetta kemur allt með viðbótar álagi. Þar sé að verðbólgan kemur, það hækkar álagningin, það hagnar bankana náttúrulega er bara í fínum málum í verðtryggingu, í verðbólgu ástandi. Þeir vilja ekki, þú sjá hvernig hagdeildina spá, þú veist, það er ekki verið að tala niður eða spá niður verðbólgu þar. Það er bara verið að tala upp verðbólgu í öllum viðskiptamiðlum og bankahagdeildum sem ég les og jafnvel frá Seðlabankanum sjálfum líka þannig að við verðum bara meðan að má ekki tala um Evrópu eða alþjóðlegt samstarf eða alveg gjaldmiðla, þá erum við bara hér með okkar gamla stýrikerfi og okkar minnstu mynt í heimi og prófum hana núna í nýju hernaðarumhverfi og tollastríða. En nú eru líka dæmið það að það er til fullt af íbúðum sem seljast ekki vegna þess að það eru bara dýrar, fólk kemst ekki inn í þær, það er bara tögdum allt, orkureiknin til dæmis. Og ekki reynd stærð. Þetta er svolítið furðulegt ástand á húsnæðismarkaðanum, þar sem að einhvern veginn hérna í Reykjavíkurborg hefur tekist að búa til eftirspurn eftir íbúðum og offramboð af íbúðum á sama tíma. Reykjavíkurborg. Já. Og það er þannig, ég minna það eru að því að það eru offramboð á íbúðum sem að seljast ekki, einhverjum lúxusíbúðum sem eru rándýrar og ekki með bílastæðum og svo framvegis, á meðan það er skortur af íbúðum fyrir bara fyrstu kaupendur og venjulegt fólk sem er bara að leita eftir hagstæðu húsnæði og í eðlilegri stærð. Og ef viðskiptaráð fengi sínu fram að borgin drægi sig út úr með verkalýðshreyfingunni að byggja hagkvæm ódýr leiguhúsnæði, að þá væri ástandi betra á markaðnum, heldur þú? Ég er ekki að segja það, ég er að tala um bara þessi, að það er engin stýring, það hefur ekki verið neinn stefna. Nei, þetta er hér að treysta markaðum. En í Kópavogi Hafnarfirði, það ætti að vera fullt af góðu húsnæði þar er ekki... Já, ég meina, er ekki ástand... Meiri hlutin í Reykjavík er ekki þælast fyrir sjálfstæðsfólkinu þar. En er ekki staðan aðeins betri þar? Nei, hún er bara, ef hann var 1 ár, held að fyrir 3 ára þá fækkaði íbúðum Hafnarfjarðar. Já, ég held að það er ekki svo margir að flytja yfir í Kópavogi frá Reykjavík. Það hefur verið fækkaðir. Það eru gamla fréttir. Það sem að skýrir það að þessar íbúðir lækki ekki verði, sem er náttúrulega stórfurðulegt, og það hlýtur að vera að þeir sem hafa fjármagnað þetta eru bara stóla á áframhaldandi verðbólgu og hækkun verðsins. Ef hér væri eðlilegur markaður, þá myndi verða á þessum íbúðum droppa. Og markaðurinn myndi leiðrétta sig. En það er ekki eðlilegur markaður á Íslandi, hvorki í matvælum, bensínsölu eða húsnæðismarkaður. Fyrir utan að húsnæðismarkaður er ekki eins og markaður með kartöflur, þar sem að frambúð eftirspurn ræður verði, heldur tekur langan tíma að byggja, það er aðgangur á lóðum og fleira og reglugerð umhverfið. Þannig að hér er bara að kristallast út sambland af vissulega Hvað meinarðu hvað er eðlilegur markaður, hvað er eðlilegur fasteignamarkaður? Hérna er bara, sem sagt, í Reykjavík, þá bara voru boðnar út lóðir og það er einhverju verktakar sem að fá að byggja á þeim.
Það sem kannski hefur skort að það lá ekki fyrir hvað mikið þeir getur byggt á einhverju ákveðnu svæði, hversu nálægt götunni og varandi hljóðvist og birtustig og eitthvað slíkt. Og ég held að það sé ein ástæðan fyrir því að megnið af þessum íbúðum þessum nýju íbúðum ekki að seljast vegna þess að þær eru bara of dýrar með að við gæði. Það sem að áskilja ef það væri eðlilegu markaður eins og markaðurinn okkur sagt að sé, en náttúrulega hvergi á Íslandi, að þá myndi verðið á þessum íbúðum lækka og það myndi leita eitthvað jafnvægis. En það lækki ekki vegna þess að bankarnir sem hafa lánað til uppbyggingar á þessum fyrirtækjum meta það sem sína hagsmuni meiri að halda verðinu uppi, því ef það myndi lækka þá þurftur að endurskoða eignir allra fasteignafélagana og allra verktakafélagana og það væri meira högg fyrir bankan að gera það heldur en að bíða og vona og sparka sér í dós aðeins niður eftir götuna í vonum að þetta lægist ekkert með seinna. Og þetta er 30% í vísitölunni og heldur uppi verðbólgunni áfram. Og svo náttúrulega líka bara þá verktaka sem að sitja á íbúðum til þess að sitja ekki mikið inn á markaðinn til þess að hækka ekki. En sko, ég meina, það er alveg svona áhugavert hvað þetta getur verið mikið Groundhog Day þessi umræða þegar við erum alltaf að tala um það sama. Ég myndi stærsti liðurinn sem að drífur áfram verðbólguna, húsnæðisliðurinn. Og það er búið að vera sko, með síðustu ríkisstjórn og kannski meira núna og þá eins og með samtali við Reykjavíkurborg milli verkalýðshreyfingarinnar. En þá er þetta, þú veist, þessi að þurfi þessa hugsanabreitingu eða stefnubreitingu að markaðurinn sé ekki að fara að tryggja öllum húsnæði og við lítum á þetta sem mannréttindi og það er svona, maður finnur það svona aðeins að verða viðhorfsbreyting en þá auðvitað kemur alltaf þetta, þú veist það þarf eins og Áskarbrynja var að segja og það er auðvitað búið að krafan í mörg ár að það þarf einhverja sko stórfellt átak og þetta er stærsta og mikilvægasta hagsmunamál launafólks hverju sinni, svo reyndan líka aðeins í fréttum heilbrigðiskerfi í vikunni líka og svona í mínum huga, þú veist, þá er þetta húsnæði og heilbrigðisþjónustan, þú veist, þetta eru þau verkefni sem að við í verkalýðshreyfingunni verðum að horfa hvað mest til núna í haust og það var auðvitað undirritað þessi viljayfirlýsing ASÍ og BSRB og Reykjavíkurborgar í vor og vonandi skilar svo vinna einhverju en það er auðvitað þannig að það er ákveðlega svona þétt laga umgjörðum sem að tengist uppbyggingu. En nú eru þið með samninga í mörg ár, bæði ASÍ og BSRB og allir. Þannig þið hafið eiginlega ekkert afl til að ná fram einhverju þrýstingi á stjórnvöld til þess að breyta húsnæðisstefnunni. Og höfum við aldrei gegnum söguna bara náðu einhverju gegn ef að kjarasamningar eru gildi? Jú, sko með verkfallsvopninu. Já. Tengslum við kjarasamninga. Þegar er ekki kjarasamninga, er þið ekki bara í þjóðhagsráði eitthvað að tala og þar situr SA og viðskiptaráð og allir þeir félagar og svo ráðherrarnir einhvern veginn að reyna að búa til eitthvað aðgerðir sem að einhverju plástra og svona þannig að bara húsnæðisstefnan búin að vera hérna síðan í 20 ár. Já, sko hún virkar ekki, en það er ekkert gert til þess að byggja upp nýja húsnæðisstefnu. Þú ert komið núna með nýja ríkisstjórn, þú veist, sem var bara að setjast. Þetta er ekki eitthvað sem við leist á einni nóttu. Við vitum auðvitað hvernig síðasta ríkisstjórn var að þar voru 2/3 hluta ríkisstjórnarna sem vildu gera eitthvað í þessum efnum en ekki 1/3. Núna hefur við svona aðra tilfinningu og líka bara, ég meina, að því átt að máði að það er svona vinsælt að gagnrýna Reykjavíkurborg en þau þegar kemur að félagslegu húsnæði þá hafa þau staðið sér langbest og eru að sinna því með langbestum hætti þó að þessu sannarlega fleiri sveitafélög sem eru búin að koma sterkt inn núna að undanförnu. Þetta er stundu sagt að vera efstur í Tossabekk. Já, en það er samt svo áhugavert að skoða að því að, þú veist, við sem að búum á malbygginu, kannski gerum okkur ekki grein fyrir því, en þessi húsnæðisskortur er allstaðar. Það er alveg sama í hvaða sveitafélagi komið, það er sama staðan allstaðar og þetta hefur verið gríðarleg fólksfjölgun, en hún er ekki þannig að hún eigi sér stað í öllum sveitafélagi landsins. Það sem er kannski fyrirgeða, ég með bara að segja það sem kannski ólíkt með Reykjavíkurborg og hinu sveitafélagunum að það er bæði offramboð af ákveðnu húsnæði, en á meðan það er líka skortur. Það er náttúrulega bara svo svakalega mikið byggt hérna því að náttúrulega langstærsta aukningin á fólki í Reykjavík. Já, en það er ekki verið að byggja samkvæmt þörf. Þú veist, það er verið að byggja hellingi í Reykjavík en ekki samkvæmt þörf sem er til staðar. Nei, og það var náttúrulega fyrir það er ólíkt Reykjavík og hinu sveitafélagunum. Nokkurum árum sem var, já, þú veist, sem var náttúrulega bara engin yfirsýn yfir hvað vantaði og svo byrjaði HMS að krefja
og það var svona liður í lagabreitingum að krefja sveitarfélögum að gera húsnæðisáætlanir til þess að vita þá hvað vantar sirka, þú veist, með mannfjöldaspá og hvað ætlið að byggja og þau eru ekki, þú veist, ég man ekki hlutfallið en það er ekkert sveitarfélag sem er að uppfylla raunverulega eigin viðmið hvað þau ætluðu sér að byggja sem er svakalett og þess vegna einmitt kemur þetta og ekki síst í svona þessu vaxtastígi að þá þarf við opinbera að koma inn. Það verður að tryggja húsnæðisöryggi. Það er bara, það stendur allt og fellur með því í venjulegu samtal frá ykkur við ríkisstjórnunum þetta? Sko, það er náttúrulega ekki okkur formlegu vettvangi en það eru þetta í gangi húsnæðishópur sem búið að tala um á vettvangi stjórnvalda og svo sömuleiðis eins og nefnda á þessa viljayfirlýsingu við Reykjavíkurborg og svo þetta eru við með Bjarg sem er bara stöðugt að gera samninga og byggja upp. Þetta er verðstæsta verkefni í samfélagsins. Þetta ástæðan í húsnæðismálum er það sem að dregur mest úr lífskjörum almennings og dregur hryllilegast úr lífskjörum þeirra sem að veika standa. Einstæði foreldrar, öryrkjar, lágtekjufólk og grefur undan því að það geti átt sér bara bærilegt líf. En samt hefur þetta ástæði búið að vera augljóst öllum í 20 ár. Samt verið ekkert verið gert. Og vandinn er þetta viðheldur verðbólgun áfram og sko sumir sem trúðu að markaðurinn myndi leysa og koma fram með íbúðir sem var eftirspurn eftir. Það er augljóst hvort sem maður vil kæra Reykjavíkurborg það eða reglugerðumhverfinu að verktakarnir sjá, og þetta er bara reynsla mín frá því að kominga fyrir 10-12 árum, hafandi byggt 200.000 fermetra í Skandinavíu og sjá síðan hvernig þetta virkar hér. Þeir fara allir, kaupa lóðina, fara inn í Reykjavíkurborg og krefjast þess að fá að byggja meira fermetrum inn á lóðina, þenni hana út á mörkum og kannski indregna efstuhæð, fá meira byggingamagn. Þeir eru búin að maksa sinn hagnað með því að byggja sem mest, skýtt með gæðin á því. Það verður að reyna að setja inn reglugerðum byrtu að því það er búið að byggja svo mikið af íbúðum með svalir í norður, þar sem aldrei kemur sól á, djúpar, myrkvar byggingar, af því að hér var létt á reglum og þetta er alveg bara til staðfest, 2012, tekið út úr byggingarreglugerð, svona kröfur, að því það átt að auðvelda svo framboðið á íbúðum, en það sem kom í ljós, að það auðveldaði bara aukna hagnaðarsókn gaurana sem voru að byggja. Og síðan núna er sem betur fyrir einhverju virkni á markaðinum, þannig að hann er að fatta að það er mismunandi gæði á íbúðunum og þeir eru síðan búin að byggja svo mikið af lúxusíbúðunum að því hinn byggingargaurin græti svo mikið á að byggja lúxusíbúður og það er hér heil mikið af lúxusíbúðum sem standa tómar sem er bara eins og í Asíu. Það þarf að fara til Asíu til að sjá svona að fólk kaupir íbúðir sem standa tómar af því að þær eru svo góð leið til að geyma pening af því að markaðurinn er að hækka svo mikið af því skorturinn er svo mikil. Þannig að meðan að Skandinavíu gerir kröfu íbúða, búsetu, þú mátt ekki vera að eiga svona margar íbúðir nema að setja upp félag, það er hægt að setja allskyns reglur. Þetta snýst til dæmis Evrópusambandið, svo ég held áfram að verði það hér. Það býr til markaði. Þú setur reglur til að búa til markað. En mér langar aðeins að nefna því að þú varst að tala um nýja ríkisstjórn þá var ný ríkisstjórn með plan, sagði hún, fyrir kosningar og ég kalla eftir því plani, það hefur ekki ennþá sést. Forsætisráðherra ætlaði að vera með, hvað sem hún var með einhverja auglýsingu og það sem hún ætlaði að vera með sleggju á vextina. Og ég svona miða við, ég vona sannarlega að það takist en svona miða við hvernig horfur líta út í dag að þá eru eitthvað rúmlega 50-57 milljarðar ófjármagnaðir í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar. Það eru verið að setja okkur tolla hægri vinstri frá Bandaríkjunum og Evrópu og við vitum ekkert hvernig það endar. Við erum með aukinn kostnað í varnarmálum og þannig að það er mikla blikur á lofti. Þú ert ekki bjartsýn? Ég er ekki endilega, maður er bara eftir að sjá planið en það getur vel verið að það sé einhver töfralausn í gangi sem á eftir að skýrast en það bólar ekkert á því og það hefur ekkert ekkert verið að setja neitt fram eða sýna neitt í það ennþá. Þannig að það svona eftir að koma í ljós hvernig
það mun virka, en þetta lítur ekki vel út eins og staðan akkurat núna. En við náttúrulega komum að svo annar átt eins og BSB okkar umsögnum fjármálastefnuna erum vel að þetta út að horfa á sveltið í innviðunum okkur, sem ég var að nefna áðan, hvort sem það í heilbrigðiskerfinu eða velferðarþjónustunni almennt, sem að bitnar auðvitað, ég meina verðbólgavextir, skortur á húsnæði, þetta bitnar auðvitað alltaf á þeim sem síst skildi. Við sáum það, því ég var aðeins að nefna áðan í skýrslu Ríkisendurskoðunar varðandi heilbrigðiskerfið í júní, að hún náttúrulega staðfest á það sem búið að ræða þetta í mörg ár, að það skortur á fólki, það skortur á fjármögnun, sömuleiðis að það að vera að benda á að væri kannski ekki nægilt eftirlit með þess að læknum sem að væri að taka verkefni í gegnum Sjúkratryggingar Íslands og svo varum við verið að gera nýjan samning þar. Þannig að þetta auðvitað alltaf okkar við gagnrýndum þarna í fjármálastefnunum raunverulega aukið aðhald þegar þú ert komið með innviði sem að eru bara á þrótum komnir. Má ég taka þennan bolt aðeins bara og benda á 2 þetta helst þætti í RÚV, ég held að vera á miðvikudaginn og föstudaginn, sem RÚV sjálft tók ekki einu sinni upp inn í fréttina sem var olli mér Við fjöllum það í okkar fréttatíma. Já, en það snýst það að Sjúkratryggingar og Tryggingastofnunar, hvað stofnun heitir núna, lagði niður eftirlitsdeildina sína af því að hún vildi rukka læknin á klíninginni sem hafði ofrukka ríkið 80 eitthvað milljónir, vildi allavega rukka hann 30 eitthvað milljónir ef ég endur segja hann að þá rétt. Og nýr forstjóri bara lagði niður eftirlitsdeildina, felldi niður rukkunna, heilbrigðisráðherra kemur og gerir nýjan samning, af því það eru náttúrulega ekki eins og það sé einhverja margir sem geti gert þessa aðgerð, aftur dæmum trúin á markaðinn og markaðslausnir og það sé betra að einkaaðilar reki heldur en ríkið og svo einn einkaaðili sem kannski getur gert það, þannig að ef ég túlka þessar 2 þetta helst þættir rétt og þeir byggja á skýrslu Ríkisendurskoðunar sem gagnrýnir Sjúkratryggingar Tryggingastofnun fyrir þetta, að þá einhvern veginn bara þarf að sópa þessu undir teppu einhverju helvítis rannsóknarblaðamenn sem komast í upplýsingar þetta og jafnvel þá þannig að það sé ekki satt fyrir frétt. Það var ekki skýrsla frá Ríkisendurskoðun. Jú, það var nefnilega ekki nefnt fyrirtæki. Eða læknirinn eða fjárhæðin held í skýrslunni. Og meðan á, allir sem þekkja, meðan að allir vita að þessi stofnun á öryrkja eða ellífisþega sem fengu aðeins hærri vexti verið að krefja endurgreiðslur og endurmat, ég held að 80% af útgreiðslum og Tryggingastofnun til neðsta lags samfélagsins eða að það fólk og ég vil sjúkir sem á örorkubótum fara kannski að vinna eins og þá þurfa að endurgreiða 600. Þetta stofnunin alveg á fullu en hún má ekki taka enga sjúkrahúsið og rukka það 80 milljónir fyrir ríkissjóð. Þú þarft að gangast undir það að Tryggingastofnun geti lesið bankareikninginn. Þú þarft eiginlega að opna fyrir það að Tryggingastofnun hefur bara aðgengi að bankareikningum. Og fólk alltaf að endur. Ég með doktorspróf í fjármálum og ég erfiðleikum með að skilja hvernig fólk í kringum mig að fá endurmat og endurreikning. Mér langar að segja eitt í sambandi við húsnæðismál og markaðinn. Af því ég var við ættum að spyrja Mangisuna hvort að vopn hefur leitt til öryggis og friðar sem aldrei gert. Við ættum líka að spyrja Mangisuna, hefur það einhvern tímann gerst að markaðurinn hafi leyst húsnæðisþörf kannski 1/3 þeirra sem eru með lægstu tekjurnar? Nei, það hefur aldrei gerst. Það hefur aldrei sálhluti fólks, eða sem getur verið 1/3 eða jafnvel helmingur, hefur aldrei búið við ódýrt og öruggt húsnæði nema með aðgerðum ríkisvaldsins. Og þannig að það að vera alltaf að bíða eftir að markaðurinn leysi þetta einhver svona geðveiki, einhver bara klikk. Og kenna svo Reykjavíkurborg með þegar markaðurinn leysa ekki. Þá ég líka að fá að gera þessu ásker að mæla með þetta helstætti frá því maí, júní. Við talum 2 leigjendur Bjargs. Sem að náttúrulega bara til þess að fá þessa svona mennsku inn í þetta og þetta viðtalið fólk sem umverulega að lýsa því hvernig það að búa við húsnæðist öryggi með börnin sín, ekki vona því að leigusalinn sé bara mætturinn og gólf hvernig sem honum dettur til hugar eða að selja ofan að þeim, að þær hafi efni á að kaupa, nauðsynja hluti fyrir börnin sín. Og þetta saga sem maður má segja. Við vorum með rauðaborð, ég held ég að gert 2 rauðaborð það, það sem við verðum að tala við fólk verkefnabústaðakerfið sem var. Tala við fólk á Siglufirði og allar kynslóður alveg út í konur sem að voru börn og úlingar þegar að mæður þeirra fengu úthlutað í Grafarvogi sem eiginlega svona síðasta úthlutunin.
og að hlusta á hvaða afleiðingar þetta hafði fyrir fjölskyldusögu viðkomandi og hvaða afstöðu þetta fólk hefur til félagslegra húsnæðiskerfisins. Ég held að sé hollt að hafa það í huga, sérstaklega með að hlusta á viðskiptaráð, fyrir að tala hvaða afstöðu þeir hafa til sem er lítið á þetta sem bara einhverja glæpastarfsemi. En talandi það, viðskiptaráð var að eiginlega gefa þessari ríkisstjórn bara hæstu einhvern. Það var bara eiginlega veiðigjöldin, en annars eru þau bara mjög ánægðir með stefnuna. Já, ég mista þess af þessu. Þeir eru bara svona ánægðir með stefnuna. Þú ert óánægður með fjármálastefnuna. Viðskiptaráðið hörku ánægð með hana. Daði Már fekk bara fullnaðar einhvern. Okkar maður, Daði Már. En svo var það... Af því að þeir eru að tala um að vera breytingum í ríkisstjórninni. Viðskiptaráðið er á því að nei, við erum ennþá við völd, krakkarnir. Af þessum málum sem þeir náðu í gegn, sko. Viðskiptaráð segir þeim ég alveg lofa eins og þið viljið og hafa hana rólega og lofa öryrkjunum hín og þessu þið mikið það eins og en ekki breyta neinu nema sem við samþykkjum. En ég meina það má alveg gefa viðskiptaráði prikki kladdan fyrir, ég meina þetta er árangur þegar þú nærði einhvern veginn að heila þú ansi stóran hluta þjóðarinnar þannig að stærsta vandamáli á húsnæðismarkaði sé að verkalýðshreyfingin sé að byggja fyrir tekjulegt fólk og sömuleiðis að það þurfa að tryggja ríkissáttasemjari getur bara stöðvað verkföll og hverju er ég að gleyma? Þetta er búið að vera röða, fyrir ekki á auðvitað, aðalega, þið opinbera, blýantsnægandi fólki sem er bara einhvern veginn að kreista fé út úr hinn opinbera. Það er ekki annað hægt en að dáðsta svartadauða hvað hann var stórkostlegt fyrirbrigði og hvað hann hafði mikil áhrif. Siri, þú ert að segja eitthvað? Nei, ég var bara, því þú vorst að tala um blýantnægandi, talandi stjætt, annars verður, einmitt. En það er en svo Þetta er á að vera þessi umræðu efnahagsmál og húsnæðismálin og svona, þetta er hvað er mikill þungi í þeirri pólitík sem verður slegist á næstu árum. Nei, á næstu bara mánuðum og missurum. Og það er heimsviðskiptin, hættan þar, öryggismálin og fleira. Ég man ekki bara eftir að það sé jafnt mikið bara af málum sem við verðum bara að setjast niður með og finna einhverja lausnir á. Af því að við höfum oft talað með verið bara hvað pendullin sveiflast og í vor og eiginlega inn í sumari þá var ég bara orðin ansi svartsýn bara hvar er mennskan, hvar er þjóðin sem segir alltaf, þú veist, viljum aukin jöfnuð, viljum aukna fjárfestingu í heilbrigðiskerfinu og svo framvegis. En svo einhvern veginn í sumar þá komið allt aftur. Ég held að pendullin sé að sveiflast tilbaka. Ég ætla bara að vera þar. Hvernig þá? Menn eru út að má greina afstöðubreytingu jafnvel upp til leiðtoga Evrópu varðandi Gaza? Eða hvað er þetta benda á? Þú veist, nú er ég fyrst og fyrst að horfa á innviðina en umræðan Gaza er náttúrulega bara einhver allt annar handleggur og hrikaleg og eiginlega bara ótrúlegt og líka bara sjá eins og Dani núna alltaf ekki að viðurkenna þannig að ótímabært segir. Ég held að ríkisútvarpið ætla ekki að viðurkenna þarna sé þjóðarmorð. Nei, þú veist ekki að það er búið að skilgreina það ótrúlega. Já, að það sé komið. Ég held með þess að New York Times og sé komið þangað. Þetta tíminn er að fjara út hjá okkur. En þá er eitt stórt mál, það er þetta með sjóeldið og laxarnir sem sleppa út frá þeim og þó að þessi hafi verið eitthvað sem heitir húðlaxar, sem að menn heldur fyrst að vera eldislaxar. Já, nú þeir eru kallaðir í fréttunum í átöðu að meintir eldislaxar. Pæliði í afli aftur svo við þá höldum nú áfram að dáðast SA og viðskiptaráðs. Þessir fiskar, þessi húðlaxar, eru eldri en sjókvíeldið. Þannig að það er eins og ég skil þetta. En hvað sem þetta er, þá kemur bara í ljós að það er gat á kvíunni. Á kvíunni sem erum með þetta og búið að vera og það er náttúrulega fiskurinn hvert fer hann? Það er að finna það betur út. Það er módel í vísbendingu fyrra þegar þessi stóri skandall kom 2003. Ég ætla að segja, var það ekki akkurat sama? En það er í þessu tilfelli að þetta lítur mjög illa út en það hins vegar liggur ekki fyrir hvaða laxar þetta eru, hvaðan þeir koma og svo framvegis, þannig að maður þarf stundum að bíða aðeins áður en að maður reyði aldan fer í
alveg í full force En það var til þess slys að þarna. En er þetta ekki sjá samt- hvað er þetta ekki í samt raun og þannig, veru er ekki núna hvað þá við erum næst? að tala sko. Er þetta ekki samt svolítið, ef ekki núna, þá bara næst? Næst, nei, þá Þetta er bara eru tímabundið. íslenski laxastofnun búin og það finnst mér magnaðast að því mikið af þessum vinnum mínum sem eru þannig í viðskiptaráði og SA og svona elska að fara í laxveið. Ég sé það á Instagram-feedinu mínu. En er ekki einu sinni hægt að fá laxveiði fólki til að koma með í að berjast fyrir hönd íslenskra náttúru Ég held og að sé vera á að móti gera laxeldinu? ég held að sé að gera það bara alveg fullum krafti en eina sem ég er ekki sérfræðingur í laxi eða laxeldi en ég bara segi, mér finnst oft sko að það kom þessi frétt og manni bregður og manni finnst þetta óhugnalegt og mér finnst það líka en svo þarf maður aðeins að stíga eitt skref tilbaka og hugsa ok, hvað eru við nákvæmlega að tala um, þú veist, það liggur ekki fyrir. Það allan að mikil hætta. Það mikil hætta En við viljum ekki og auka kannski bara eftirlit. býða áður en maður sko fer í einhverja rosa yfirlýsingar að sjá hvað raunverulega þetta snýst Mér finnst búið að vera svolítið umræði í sumar vindmyllur sem að duttu allt í inn með þessari ákvörðun ráðherra að hleypa inn eitt af þessum erlendu bara ævintýra menn. Þetta bara einhverjir fjárfestar út í Evrópu sem að vilja fjárfesta í vindmyllugörðum á Íslandi og það var ákveð að hleypa því í gegn og ég sé að það er svona dæmi hvað umræðan getur oft verið ómótuð og þetta með laxeldi, það er engin lærdómur af hvernig laxeldi var komið á Íslandi eða strandeldi. Mér finnst það svolítið ábyrjandi í því hvernig við erum að fara inn í vindmyllunar. Að við sem að fara að endurtaka það eftir 3 korter að þá verða komnir 40 vindmyllugarðar og þá fyrir að annmarkanir að koma í ljós sem að þú segir kannski hafi verið bent á blaðsíðu 3 í vísbendingu 2024 og við sem nú þetta eftir, spádómanir eftir. Skrítið. Og þeir eru að færa þér núna, hann í Garpsdal, sko, frá fjallsbrúninni sem hún sér frá veginum, aftan á fjallið. Og veitir þið hvað er aftan á fjallinu? Það er Eyðidalur. Hvað haldið að sé verðmætast í íslenskri náttúru? Eyðidalur. Dalir það sem er ekki neitt. Og þar ætlum við að setja vindmyllunar okkar. Alveg eins og við settum fiskeldiskvíarnar í hreinu firðin okkar og Í fallegustu firðina. bara sko að því normenn voru búin að banna það og við höfum minnsta reglur því við erum svo á móti eftirlit og íþyngjandi regluumhverfi og við lokkum hingað sko Mér finnst þau bara með mjög íþykjandi regluumhverfi. Ég held að alls ekki Samt er alltaf að sleppa út. kannski ekki í því, en ég er bara að meina svona heilt yfir, þá er Ísland bara með mjög mikið eftirlit og eftirlitsstofnunum. Nú er það bara hannig að tíminn okkar er út runnin. Já, við ætlum að halda áfram. Við sitjum áfram og koma nýjir gestir eftir augnablik en Rakel Þorbjörnsdóttir, Sonja, Sonja Rakel. Fyrst skipti ég hitti Rakel og sagði gaman að hitta þið systir af því að það hefur verið svo oft spurt hvort við værum systur, fyrst við værum Þorbjörnsdætur. Þannig að þetta er skiljanlega. Já. Þannig að þetta, svona er það. Ásgeir Brynjar Torfason og Sirrí Hallgrímsdóttir, verkefnastjóri og við Við tökum á móti gestum við ætlum að ræða innflytjendamál, kannski flóttamenn, kannski glæpatíðni, kannski rasisma. Það er svona öll þessi mál sem að hafa einhvern veginn blandast saman í íslensku umræðu, ekki síst núna í sumar. Það koma alltaf gestir eftir örskamastund. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið er eigandi Samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að Samstöðinni. Samstöðin.is Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi Samstöðvarinnar með því að læka síður Samstöðvarinnar á YouTube og Facebook.
Já, komið Sælóni. Við hefum skipt gesti til okkar núna komið Nikolí Mósti, doktorsnemi, Margrét Vilhelmsdóttir, afbrotafræðingur. Valdimarsdóttir. Já, ég hef skrifað þetta rámt, þetta ekki réttlesið, og Snorri Másson, alþingismaður. Já, svona fór það. En sko, mér langar að byrja því að það koma fréttir af því það eru albanskir glæpamenn eða afbrotamenn sem að rækta og vinna fíknefn á nokkru stöðum á landinu og það er alveg ljóst að þeir eru sekir þetta, en svo er viðbröðin að senda á landi, ekki taka út refsingu, heldur senda á landi. Er þetta ekki hættulegt, að fínt að fara til Íslands að kemst upp þá er þetta bara sendur heim. Þannig að ég geti orðið bara innstreymi að svona fólki. Já, einmitt, sko, ég fór að velta þessu fyrir mér eftir að hafa samband og ég veit svo sem ekkert meira en þetta mál en hefur komið fram í fréttum, einmitt, þeir eru ekki ákærðir, heldur þeir er vísað úr landi. Það má samt vera að þeir verði ákærðir seinna og íslensk lögregluyfirvöld sé í samstarfi við albönsk yfirvöld. En bara svona ef við tölum þetta almennt, getur það haft einhverja þýðingu að menn sem eru handteknir á Íslandi fyrir sem tengjast skipulagðri brotastarfsemi þurfi ekki að fara í gegnum réttarkerfi hér og ekki að hljóta fangelsisdóm hér. Þá svona það er alveg ákveðin sjónamið að vísa þeim beint úr landi. Af því að sko íslensk fangelsismál eru þannig í dag að hér er bara algjört plássleysi. Þeir kæmust væntanlega ekki að strax inn í fangelsi og þeir myndu vera þar kannski þurfa að afplána í 1 til 3 ár. Og það sem að svona fangelsi sem völd hafa fjallað er svona ákveðnar áhyggjur af því að hér séu bara í fangelsum stórir hópar eða of margir erlendir einstaklingar sem hafa tengsl við skipulagða brotastarfsemi sem gerir það að verkum að betrun íslenskra fanga verður mjög erfið. Og það er svona áhyggjur af því að íslenski, sérstaklega ungir íslenski fangar séu að tengja skipulögðum erlendu brotahópum inn í fangelsónum. Þannig að því leyti þá er það ekkert, og það er náttúrulega löglegt að vísa þeim beint úr landi að gefa út ákæru. Þannig að því leitinu til er þetta ef til vill ekki óskynsamlegt og líka bara þannig að það sé sagt, það náttúrulega hvað kostar íslenska skattgreiðendur að hafa hér menn í fangelsi í einhver ár. Þannig að, en sko hvort að það sé, ég myndi að því að þú segir hættulegt, hvort það sé minni fæling fyrir erlenda brotahópa. Já, við teljum þá að við erum að draga úr pull effect, að þetta gerist eftir og eftir. En ef við tökum ekkert á þeim götum sem í kerfi, þar sem menn að koma og gera þetta, þá gerist þetta trekk. Það er bara það. Við þurfum líka að horfa á kerfi og aðlaga kerfi að það sem að gerast og við getum ekki hort fram hjá því og ég meina kannski aðgerður eins og dómsmálaráðherra nú getum við rýnt í þeim sem koma í flugvélum, farþegalistunum og annað, við getum haft eitthvað forvarn en það breytir ekki að við þurfum að takast á við kerfum og gera það rétt því að við erum líka eins og þú byrja að segja, við erum að senda skilabóð þú mátt alveg brota og þú verður bara að senda úr landi. Ég sagði það reyndar ekki. Nei, en það er skilabóð sem kemur. Já, ég veit. Við erum ekki að takast á við það sem gerast. Það bara heldur þetta áfram og það þróast áfram. Já, ég allavega, ef ég get blanda með þessu umræðu, þá held ég þessum margir flyttir á sig. Ég held að fyrsta lagi þurfum að horfast í augu við það hversu alvarlegt það er að skipulögð brotastarfsemi grasseri eins og hún gerir á Íslandi. Og það var ekkert alltaf þannig. Það var eitthvað sem breyttist á einhverjum tímapunkti. Að vinda ofan að því er eins og einmitt sérfræðingar þekkja miklu meira verk en að hljómar. Það er bara, þetta er rosalega, þetta er fyrirbæri sem lætur ekkert vinna buga á sér svona auðveldlega og þannig að núna er staðan sem er komin upp, hún er bara að mörguleiti tiltölulega alvarleg og í sambandi við það sko einmitt hvar fullnusta refsinga fer fram sko, hvar fólk afplánar fangelsisdóminn, þá er það alveg rétt að íslensku fangelsin eru yfir full og þannig að það er spurning sko eins og hefur nú verið til skoðunar að sko í raun og veru það eru alveg heimildir fyrir hendi í mörgum tilökum til þess að láta fólk afplána
í öðru landi. Það flókið að nýta það í einhverjum tilvikum, það hefur ekki verið nýtt, en það þarf ákveðið átak til þess að svona framfylgja því. Þetta annað, það hefur verið að vísa fólki úr landi áður en þessi tækt. Það bara... Það er að flýti meðferð fyrir dómstólum, þetta ekki... Já, ég þekki bara ekki nákvæmlega hvaða lagalegu forsendur eru þar að baki, eða hvers konar framkvæmd það væri ef menn færu á fullt í það. Þessir menn, allavega samkvæmt þessu fréttum, voru hér án þess að hafa leyfi til að vera hér í landi eða vinna og þeim því hérna, eða bara í þessu dæmi að þá dvalarleyfi bara rennur út á meðan þeir sitja í gæsluvarðhaldi. Eða þeir gerir þetta á þeir mega koma hingað á túristavísu. Já, það nefnilega það. Þegar ég starfi hjá Þetta ekki flóttamenn eða innflytjendur? Nei, þegar ég starfi hjá fjölmenningarsettri, það í 15. grein í lögum félagsþjónustu. Það ákvæði einmitt fólk sem koma hingað og bróta að sér og vegna þess að það einmitt plássleysi í fangelsum, þá þessi sett í félagsþjónustu og þau þarf að fara niður til lögreglun og gefa sig fram eftir og ekkert að fara og ég sá bara rosalega fjölgun á þess fólk. Og það eitthvað sem við þurfum að ræða. Þetta fólk sem ekkert að koma hingað til að dvelja og vera hér. Þeir koma vegna þess að hefur rétt að koma sem túristur eða hvað það og þetta gljúfur sem í okkur kerfi, við erum ekkert að nappa að þeim eða að hægt að fremja slík brot. Að það vandamál sem við þurfum að takast á. Ég held að við þurfum að vera öll samanlega það. Þar þurfum við að grípa inn. Það mætti bara, að mínum mati mætti náttúrulega bara, og ég held að þetta sé ekkert að fara að vera neina algeng aðferð, að grípa til þessara ráða, en ég hugsa heldur ekki að þetta myndi gerast í tómálum, þetta gerist náttúrulega í ljósi þess að ef menn eru búin að gefast upp, náttúrulega hálfpartinn á refsikerfi þá, og dómskerfið og síðan fangelsiskerfi geti fullnægt í að refsa fyrir svona brot, þá náttúrulega fá menn kannski svona hugmyndir, ég myndi ímynda mér að þetta gerist í einhver þannig samhengi, en til lengri tíma þá náttúrulega verður það að vera tilfinning og að því að þetta náttúrulega allt spurning orðrómum Ísland eða hvernig landið liggur það verður þá að vera niðurstaða fólks að ef brýtur að þeir fremur alvarlega glæpi þá mætir þeir alvarlega refsing ekki það að fangelsi sé frábært úrræði almennt það auðvitað mjög skalla úrræði út allt Já, einmitt, þar sem þú lagðir þessi upphafsspurning þín var einmitt hvort að það skorti þá fælingu að þeim sé ekki refsað hér á landi og það má vera en þó þeim vísað úr landi og þeir fá og með þessari brottvísum fylgir þá að þeir geta ekki komið tilbaka til Íslands í allavega einhver ár. Það fæling líka í einhverju tilfellum? Þannig að hér þarf að mínum fæling sem að svona 8 milljarðar manns kippa sér ekki upp við. Nei, en kippa sér 8 milljarðar manns upp við það hvort þeir þurfa að sitja í íslensku fangelsi í 1 ár. Þetta empirisk spurning sem þyrfti svo sem að svara bara með rannsóknum og það hafi ekki verið gerðar neinar á þessu. En ég myndi segja að í þessu tilfelli þyrfti að vega og meta hvort viltu þessa einstaklinga inn í fangelsin á Íslandi eða viltu geta vísa þeim strax úr landi og komið í veg fyrir að þau geti komið hingað tilbaka í einhver ár. Eða, ef ég mæti vegna þess að þú komst inn á eitthvað með flotta í upphafi. Íslensku fangakerfi þá betrunarstefnu. Þetta ekki refsistefna, það refsikerfi og fólk send í fangelsi og þá betrun eiga sér stað. Og þetta kannski aftursóknu fyrir fólk sem koma frá landum þar sem bara refsi og það ekki betrun. Hægt fyrir okkur að líta okkur laglega umhverfi hver á rétt á betrun og hver á rétt á refsin og refsi að senda þeim heim til heimalandi til þess að afplána. Ég meina við þurfum að hugsa þetta allum angum. Ég alveg sammála því í raun og veru, en ég held einmitt að þetta sé dæmi kannski kerfið sem sett upp í allt öðru umhverfi en við búum við núna sem að við erum með betrunarkerfið fyrir Íslendinga og fólk hugsa bara ef einhverju fer villur vegar á einhverju tímabili í lífi sinu og allan að búa með einhverja von í brjóstum og við getum notað svona kerfið til þess að koma aftur út og hversu raunhæft sem það svo sem en ef þarna eftir komið betrunarkerfið sem þá í raun og veru misnotað af fólki sem hvorki kerfið bindur vonu við að ná að betra en það sjálft bindur vonu við, það bara einhvers konar afplánun og þá ertu farin að blanda í raun og veru þeim hópum saman við fólk sem við myndum þá annars vilja vera betra af því að við erum komið með til þessi íslensku fangelsi sem ég held að hlutfalli sé þá núna kannski orðið, ég held að síðustu tölurnar sem að lesi 42% erlendir ríkisborgarar sem náttúrulega þá tölurverður hluti af þessu þannig ef að eins og Margrét lýsir
að það sé að auka enn á þetta klassíska vandamál sem alltaf í fangelsum að þú getur í raun og veru sogast inn í enn verri félagskap en þú varst í áður sko, að það sé þá komið einhvers svona stökkbreytt ástand í núverandi ástandi, þá eru bara komið mjög í raun og veru gallakerfi ef að það er staðan og ég fullir það alltaf ekki alveg nákvæmlega einsinn inn í það en maður getur alveg dreigið þær álítanir af þessum fréttum sko. Já, það er alveg ljóst að sko okkur vantar fleiri fangelsi eða geta tekið inn í fleiri. Það er eins og aðrir innviðir Það er eins og aðrir innviðir, þeir eru ekki fyllt í uppbygging innviða hefur ekki fyllt íbúafjölgun. Nei. Það er heilbrigðiskerfi, skólakerfi, fangin, vegina, allt það bara. Og ég held að við þurfum að passa upp á, þegar þú segir erlenda, við þurfum að passa upp á þeim sem eru hér, eru með lögleg leyfi og dvöl, þeir hafa rétt á sama hluti og þeir eru með dvalarleyfi og þeir þarf að, það eru réttur og skyldur og við megum ekki taka það, en þeim sem eru kannski ekkert að dvalja hérna og eru komið hérna með einmitt illsku og svoleiðis í huga og þeir eru bara, það er það sem ég er að meina, ég vil bara árétta því að ég tel og ég held að við eigum öll að telja það, að allir sem búa hérna fylgir og hafa leyfi til að vera hér, hafa rétt á sama skildir, og það var sendið þeim og þeir brótið þeim, þá hafa þeir rétt á sama réttir. En þeim sem eru að koma hérna til þess að nýðist á kerfum okkur eða nýðist á þeim göllum sem því miður er í kerfi vegna þess að innviðir hefur ekkert hefur ekkert aðlagast það fjölgun og líka þróun. Við þurfum að vera alveg hreinskilin. Við erum öðruðs í dag en við vorum fyrir 30-40 árum þegar fullta löggjöfum voru settir. Við þurfum að horfa það. Úlingur í dag er allt annar en úlingur þegar þú varst. Ég held að hluta þessu sko, þegar við ætlum að leggja það niður fyrir okkur sko, og reyna að greina á milli sko, hver er að reyna að verða með 10 tíma, að reyna að verða hluta í þessu samfélagi eða reyna að verða eða bara með eitthvað allt annað í huga. Ég held að það straumurinn er svona mikill eins og hann hefur verið, hvort sem það er í EES-innflutningi eða utan EES eða hæliskerfi eða flottamenn eða hvernig sem er, straumurinn á alla kanta. Túristar eins og við höfum verið að tala um hér. Jú, eða túristar og svo þar að leiðandi starfsfólk sem fylgir þeirri þenslu. Ég er bara að meina svona túrista glæpamennska eins og burðardýrin sem er fjölda erlendra ríkisborgara í fangelsum. Það er stór hlutur burðardýr sem er ekki innflytjendur, ekki flóttafólk. Sem mæta bara, nei. Bara túristar. Akkurat. Þegar við erum komið svona mikinn straum á alla kanta, þá held ég að það verði bara miklu flóknara verkefni en ella að einmitt reyna að greina þetta milli og það er bara sagan sem að maður heyrir hvort sem það eru lítill Svíþjóðar eða Þýskalands að þá voru þarna ár sem komu þessi mikla fjölgun, þá bara einfallega mistu bara allir yfirsýn yfir það hvað var að gerast og þú bara, maður getur hlustað frásögnum frá Þýskalandi að einmitt þarna fyrir 10 árum þegar þau breyttu svona sérstaklega stefnu 2015 og í kjölfar þess að þá var raunverulega hjá yfirvöldum, hvorki leyniþjónustu né lögregluyfirvöldum, nein yfirsýn yfir að hverjir voru nákvæmlega að koma. Sko. Og það bara getur ekki, þú bara á einhverjum tímapunkti getur ekki haft yfirsýn. Þeir í gangum sko, er að stela úr görðum og fólki eða hvað sem er í verslunum og fleira, að þeir hylja allar lengur þeim er alveg sama, sko. Þeir vera bara farnir. Já, mér finnst samt eitt bara mikilvægt að koma fram að því að þú nefndir þess að yfir 40% tölu af erlendum sem er í íslensku fangelsum sem er einmitt alveg rétt, en líka að hafa í huga að þetta hlutfall endurspeglar ekki innflytjendur á Íslandi, heldur að miklu hluta þessir túrista, þetta er fólk sem er stöðvað á landamærunum og því að margir rugla þessu saman að það séu 40% þeirra sem fremja glæpa á Íslandi séu innflytjendur. Má ég þá spyrja, það er tilfinning í samfélaginu, hvort sem hún er rétt eða röng að glæpum fjölgi, þessu alvarlegri og við erum að horfa kannski yfir ykkur tímabil og það er tímabil það sem að innflytjendum fjölgar, það sem að flóttafólki fjölgar, það sem að túristum fjölgar. En við erum líka að horfa á tímabil sem er aukin alþjóðavæðing, það er alþjóðavæðing í öllum viðskiptum. Það er kínverski kommunistaflokkurinn sem á járnblendi verksmiðjuna upp í Grundartanga og það eru fólk frá Tyrkland og fleira sem rekur glæpastarfsemi í Svíþjóð og þar hendur göttunum. Er það þannig að það sé tengsla á milli alþjóðavæðingar eða tengsla á milli innflytjenda og flóttafólks og glæpa? Ég held að þetta tengist miklu meira en við horfum á bara samfélag heilt yfir og horfa á tölu, þegar við horfum á ofbeldistölu. En eru glæpum við fjölga?
glæpir að fjölga, en þú gleymir að segja efnahagsástand. Þið gleymir að ræða hlutunum, eins og til dæmis tökum við Baltimore í Bandaríkjunum. Það ný borgarstjóri þar og hann að líta á glæpatíðni. Ég meina, við vitum allt, Baltimore einn af þessum blettir, sjónvarpsþáttur sem gert hvað þetta blettir. Hann búinn að taka allt annað snúning á glæpa þar og hann að horfa á þetta sem heilbrigðis eða heilsa vandinn og hann að skoða alla undirstúða og útskufun í samfélag sem tengist það bara framför fólks á atvinnumarkaði. Það menntinn fyrir alla að hún nýtt. Hér á Íslandi, við viljum tala innflytjendur, 25% hæri menntun hjá innflytjendur. En Íslendingur í starfum sem þeir eru ofmetnar en þeir eru starfað í láglaunastarf sem dugar ekkert fyrir leigu og annað. Það önnur þættir sem að spila inn sem við þurfum að takast á við. Það ekkert bara vegna þess að við erum með fleiri innflytjendur eða alþjóðavæðingar, auðvitað hefur eitthvað að segja, en hvernig hefum við fangað það? Það vandamál. Það það sem liggur undir. Hvernig liggur húsnæðismarkaði? Hvernig það? Við erum með nemendur í skólum okkur. Við tölum úlinga dæmi. Þeir standa út fyrir kerfi. Þeir standa út fyrir að vera partur af félagslega hlutunum. Ekkert í íþróttir og allt þetta gott sem við bjóðum okkur börn upp á til að halda þeim frá glæpu. En að þið tökum dæmi að Baltimore og það alltaf gæta dæmi að öðrum svona föllnum innri cities í Bandaríkjunum og riðbeltum og fleira þar sem að glæpur eru tíðar, en við erum kannski ekki með það ástand hér eða? Það er ekki Baltimore í Reykjavík. En við erum með húsnæðismarkaði þar sem það eru fólk sem búi í hesthús. Við gætum endar en við erum þar ekki. Já, við gætum, við horfum ekkert á hlutunum. Ekki gæti, já, við erum náttúrulega ekkert með það sama. Við skulum reyna átt okkur á ástandinu hérna heima. En við horfum á það sem við getum gert hluti til þess að halda fólk frá að fella í þessu gljúfra að leita til glæpastarfsemi og ofbeldi. Þá þetta. Eru fólk að halda, eru þau með nóg til þess að ná endanum saman. Innflytjendur, þeir tengist inn í samfélag. Ég veit að eitt sem Snorri Már alveg til að tala með íslensku. Við rekum bort í OECD-landum. Bara við erum lægstur af öllum landum í að fjárfesta í það að fólk læri tungumál sem helstu verkfæri til að koma inn á vinnumarkaði, til þess að tengist öllum kerfum. En spyrðu þig, Nikola, því við vitum hvað þú ert að segja. Já. Áttu við að það séu hópar sem eru svo jaðarsettir í íslensku samfélagi að þeir hafi ekki aðgengi inn í samfélagið og þess vegna leiðist þeir út á glæpabrautinu og það ráði fjölgun glæpa á Íslandi? Eða þetta vísa til það við gætum lett í því? Já, það ráður ekki því, en það hlut af því og það getur versna. Við grípum ekki til. Ég langar að halda svo við sem að reyna að meta stöðum eins og hún er. Sko, ábrotum af fjölga á Íslandi, tökum bara ofbeldi að þá eftir langt tímabil þar sem ofbeldi var ofbeldisbrotu var að fækka mjög mikið að þá hefur þeim verið að fjölga á síðustu árum. En þeim samt ekki, það ekkert sérstakt ástand í dag sem verra heldur en það var síðustu aldamót. Það staðreyndin. Kynferðisbrotum hefur fækkað á síðustu svona 5 árum. Það staðreyndin. En það ákveðnum brotum sem hefur verið að fjölga á síðustu 5 árum. Og ástandið í dag þegar kemur á ofbeldi og ránum mun verra en það var fyrir 5 árum, 10 árum. En það ekki mun verra en það var fyrir 25 árum. Bara þannig að það sé alveg skil. Sko, ég held að, það alveg hægt að fara... Samkvæmt ofnbrundu öllum lögreglunnar. Já, og það alveg hægt að stilla þessu þannig upp að reyna að mæla vísindalega, eins og margir hefur gert, hvort sem fylgni á milli þess að þessu margir innflytjendur einhvers staðar og þessu... Það náttúrulega verður að gera til að taka upplýst ákvörðun. Já, ég segja til... Ekki byggt á tilfinningum okkar. Já, en það liggur samt fyrir og spyr bara hvaða lögreglumann sem ber saman daginn í dag versus fyrir 20 árum, þá þetta bara allt öðruvísi miklu flóknara, miklu erfiðara ástand að glíma við fyrir margar hluta sakir. Það held ég að sé hins vegar alveg rétt. Og þú áttu við erfiðleikum með að bara fara út í bakari að kaupa vínabrauð. Það tengist ekki glæpum, Gunnar Smári. Ég sé að heimurinn breytist. Heimurinn breytist. Og ég hef gert athugasemdir með það, ég get ekki talað móðumál mitt í heimabæ mínum og í hverjunum mínu. Mér finnst það mjög hvimleið þróun og ég held að ég miklar áhyggjur af henni. Ég held að hún var einmitt í Vesturbæjarlauginni í gær, sá þar að það verið að auglýsa íbúakosningu sánurnar, hvernig ég hátta sánunum nýju sem við íbúar erum mjög spennti fyrir. Og þá var það á ensku, þessi íbúakosning meðal annars. Og ég hugsaði, hvers konar málstefna þetta?
hverju tala ensku sem þurfa að taka þátt í þessari íbúðarkosningu? Er ekki bara almennt íslensku mælandi íbúðar hérna? Viljum við ekki hvetja til þess? Viljum við ekki halda áfram á þeirri braut? Hver er nauðsynin? Hver er þörfin? En viltu halda þeim sem hef ekki grípa á tungumál út? Nei, ég meina örugglega á íslensku auðvitað líka, sko, en ég bara sá það ensku líka. Þú veist ekki að sé það ensku líka? Ég er almennt á móti eins og... Þú frekar einsleitur hópur en 107, það er nú mikið bara... Nákvæmlega, hefði maður þá ekki haldið að það væri lítið ensku þörfuna, en kannski er Reykjavíkurborg gangi á undan bara með fordæmi og frumkvæði í því að breyti verið ensku, sem ég svo sem gert athugasemd við oft, sko. En var þetta breytt yfir eða samhliða? Já, bara örugglega samhliða. Það var allan heil auglýsing sem var bara ensku. Já, samhliða. Og plakatið, ef maður hefði ekki séð einhver aðra, þá hefði maður getað álitað að enska væri svona opinbera máli hérna sem allir hefði aðganga, en svo var íslenska og svona kannski heimamál og líka íbúa og líka sumra íbúa. Nú er þetta slá á tilfinningu. Það er nefnilega, það eru fólk sem eru öðlaust íslensku og þau þurfa hjálpatæki, alveg eins og kannski mann sem er brýtur fótlegin, hann þarf eitthvað aðstóð að hafa ensku samhliða. Í ítrustu nauðsyn í sambandi við heilbrigðismál og annað eins, að þá getur maður haft svona, en ég er að tala í almennri notkun, þá held ég að við ættum sem yfirvöld, hvort sem það er í sveitarfélögum eða á ríkisstiginu, í lengstu lög að forðast það að fara yfir í svona tveggja tungumál. En fyrir ekki við Snorri, ég dróði út í þetta. Þú ætlar að segja að það sé liggja fyrir rannsóknir frá Margréti að glæpum er ekki að fjölga. En þú segir en. Nei, ég bara man eftir einhver fyrirsögn einmitt það sem er ekki fylgni á milli þess að innflytjendum fjölgi og glæpum fjölgi. Ég er að segja, ég held að sko þótt fyrir að maður geti dregið það álitun með einhverjum ákveðnum útreikningum, þá er samt líka fyrirliggjandi í ýmsum svæðum, hvort sem það er í Svíþjóð eða Danmörku, að það bara liggur fyrir að það eru hópar innflytjenda sem hafa verið í miklu grófari glæpum en hafa áður þekst og annað eins, og ég held að hjálpa ekkert þessari umræðu einhvern veginn að við reynum einhvern veginn að slá ríki í augun á hvert öðru gagnvart í og segja ég er sammála. Ég er ekki að ásaka ykkur það, en ég hugsa fyrsta skrifið sé að horfast yfir, jú, kannski er það þannig, og ég veit alveg að það eru margvíslegar orsakir fyrir því að menn drægist út á glæpabraut, en ef við tölum áfram orsakir þess að menn leiðist út á glæpabraut, talaðum íslensku kunnáttu, staðan í skólum landsins núna, eða leikskólum, ef maður bara horfir á leikskólastigið, þá eru dæmi það sem ég þekki persónulega og svo náttúrulega líka bara gögn sem sína að það er ekki að takast að kenna börnum af erlendum uppruna íslensku, almennilega. Það er bara ekki að takast almennilega. Og auðvitað tekst það í mörgum tilvikum en í mjög mörgum tilvikum ekki. Ok, hvað gerist þá í grunnskóla? Þá ertu bara komin náttúrulega með mjög slæmt andforskot þangað inn og ert þá miklu líklegri til að dragast aftur úr þar, lenda í einhverjum ógöngum og þá einmitt lenda út á glæpabraut. Ég held að auðvitað gerist ekkert alltaf að við lendur út að glæpabraut, en þegar við erum að tala um þessar félagslegu orsakir, þá held ég núna, að því að maður hefur nú alltaf verið að gera athugasemd við innflytjendastefnuna eða stefnuleysi sem verið hefur, að taka á móti svona mikið af fólki, svona hratt, sem nú flestir eru reynda farnir að viðurkenna núna. Án þess að bregðast rétt við? Án þess að, já, og svo er önnur spurning hvort það sé hægt að bregðast rétt við, sko. Líka? Já, það er bara, það að mínum mati er það ákveðin eftirgjöf sem ég tel alls ekki nauðsynleg og ég held að hún endi mjög illa ef við förum niður þá braut, en það er efni í annan sérþátt. En ég er að segja að ef við tekum á móti svona mikið af fólki svona hratt, þá myndast ákveðin vítarhingur til dæmis í skólum, að því tala áfram um skólana. Þar segja krakkar mér að til dæmis ef að krakkarnir eru til dæmis af erlendum uppruna og hafa ekki náð fullkomnum tökum á íslenskunni, þá eru komin í þann slæma vítarhing á sama tíma að íslensku krakkarnir eru líka orðin svo góðir í enskunni út af tækinum og ekki nóg með að við séum að glíma við að þau tala náttúrulega svolítið bara ensku sín á milli krakkarnir í íslensku, að þá er millimálið þeirra orðið enska. Það er að segja, þannig að í staðin fyrir að sem ætti að vera íslenska, eins og var alltaf þegar þetta var miklu minna og þegar það var útilokað að sko, bara eins og maður þekkti sjálfur, það voru auðvitað innflytjendur í skólum hans og þeir voru bara miklu færri en núna er og þeir hafðu í raun og veru engan annan kost en að læra íslensku í því umhverfi sem við voru. Núna kemstu inn að gæsalappa upp með að gera það ekki. Ok, hvað þýðir þetta í framhaldinu? Hver er staðan núna versus hver verður staðan eftir 10 eða 20 ár? Ég bara hef miklar áhyggjur af hvernig þróun verður eftir 10 eða 20 ár ef við erum bara að tala um þetta út frá þessum forsendum frá félagslegri jaðarsetningu. Þannig að þegar sko maður lendir í því að vera að tala um þessi mál og endar síðan á að vera sko málaður upp sem vondikallinn sem ég ásaka ykkur ekki en það er oft gert í þessar umræðu. Ég er raunverulega að tala um þetta þessum forsendum sko. Nei, ég meina þú miðurst þú verið að tala nákvæmlega sama og Nikol var að tala áðan jaðarsetningu og fleira. Ég held að þegar við komum að því að fara að ræða um það hvað ég að gera, þá kannski verður þú vondikallinn í Ég er alveg tilbúin að það líka. Ég skal hjálpa þér að koma saman þingmálum, við skulum bara taka þetta, þú ert í allsherja, ég skal bara hjálpa þér að koma með eitthvað dundurgott þingmál, en vandamál er inngilding, við þurfum að byrja, segjum við hættum þessi ofsastreymi sem er. Það er samt fólk sem eru búin að vera hérna lengi sem
eiga væntingar til kerfisins að læra íslensku. Rannsókn frá 2021. Við getum líka rýna í Kapacent 2025 og Gallup var að gera varðandi íslenska kennslu fyrir innflytjendur. Ég ætla bara einn skóla. Það tekst ekki vel hjá önnur kynslóð segju það var aldrei lagt í fyrstu kynslóð. Og við erum með merkingu á það í senastu OECD-skýrslu það að það kemur svo illa út, hefur áhrif á alla skólakerfi vegna þess að við vorum ekkert að leggja í mig, til dæmis. Ég gerði það sjálf, með smá aðstóð, en ég sjálf. Ég tala íslensku vegna þess að ég lagði allt í því. Ég fekk aldrei styrk til að læra tungumál. Þið veitir hvað ég minna. En það er ekki allir sem hafa það möguleiki. Þetta bara, við þurfum að segja þetta satt sem Við, eins og ég segi, við mókum botn af öllum OECD-löndum hvað við fjárfestum í okkur tungumál. 10 af þessum aðgerðum sem var lagt, það er að leggja tæplega milljarðar, 900 eitthvað milljarðar voru fyrir fullorðna innflytjendur. Í fjárhagsáætlun, ég sá það var eitthvað lagt í aðeins meira íslensku kennslu, það var starfstengt. Ég vil sjá það gerast. Það sem ég ætla að segja varandi það er ekki tekið hjá fullorðna og ég held að við þurfum að vera sammála þess. Ég hef tekið á móti fólk sem hefur sett 5-6 íslensku kennslu og er ekki talandi íslensku, nei ensku. Þeir bara algjörlega ótengt, en samt það ekki ótengt. Þeir búin að finna alls konar leiðum inn í samfélag og þeir lifa þeir alveg þeirra börn og þeir gera þeirra besta. Við þurfum að horfa á okkar kerfum, við erum stór skref í að aðlaga kerfum. Réttarkerfi, skólakerfi, heilbrigðiskerfi sem hefur gert þetta erfið fyrir lögreglun. Kennara, félagsfræðingar, bara allir. Almennt, þannig ég rétt svo bara að í því sambandi þegar við erum að tala að við verðum bara að taka öll kerfin okkur og gjörsamlega aðlaga þau að þessum nýja veruleika í sammála því að því margir við verðum að gefa fólki tækifæri til að læra íslensku og bjóða upp á námskeið og svo framvegis og nota peningarnir sem við erum að nota í vitleysu í útlendingamálum meðal annars núna og beina þeim frekar þangað eins og peningar sem þetta fólk borgar í skatta. Nákvæmlega og fara inn í það. En ég er hins vegar ekki sammála því að við séum einhvern veginn þessari glóbalísku nauðhyggju sem ríkir þetta sem heyrir meðal annars úr verkalýðsforystunni frá til dæmis Höllu Gunnarsdóttur nýlega. Hvers konar svona markmið ef það skildi nú vera markmið að til dæmis fækka innflytjendum eða eitthvað svona já ef það er nú svona hæpið markmið í sjálfu sér að ná einhverju stjórn á því. Ef bara ferða aftur 30-40 ár eftir tímann þá einmitt þessi uppgjöf tótt gagnvart því að bara stjórna í sjálf hvernig þróunin þannig að hún sé sjálfbær, þannig að við höfum stjórnana, þannig að hún heppnist vel að fólk bara segir nei við getum ekki haft stjórn á þessu. Þetta bara verður svona og við verðum bara lagað til kerfin á því, reyna eins og við getum að láta þetta ganga vel, mér finnst það bara ekki Ég er alls ekkert að segja það. Alltaf þegar við þessu stað. Nei, ég segi við þurfum að fara markvisst inn. Og þá sittum við uppi með tvo við borðið og segja það sama að það er misgengi á milli uppbygginga innviða og fjölgun þjóðarinnar. Annar vill fækka fólkinu, hinn vill styrkja innviðina. Þú ert á því að fækka fólkinu. En Nikol líklega á því að hún búin að vera að halda hér ræður að styrkja innviðina svo að við getum tekið á móti fólkinu. En þú segir nei, við höfum ekki að styrkja innviðina, við höfum bara að fækka fólkinu. Sko í fyrsta lagi, fjölgunin sem við þurfum náttúrulega að byggja upp innviði fyrir þetta er ákveðin vítjarhingur líka. Þú veist það að segja, við tökum alltaf við... Fólk kemur með að borga skatta, sko. Já, auðvitað borgar að skatta. Það hefur alltaf í mangisunni verið jákvæmt að fólki fjölgi. Já, það styrkir samfélag. Það er alls ekki rétt staðar, það er ekkert óumdeild staðreynd að við þurfum endilega bara að láta okkur fjölga eins og við mögulega getum út í því óendanlega. Ég verð ekki að segja það, en ég segja þegar að fjölgunin verður. Og hver er mörkin þá að ykkar maður þetta með séu ræðið það? Væri eðlilegt ef þetta væri 30% útlendingar á Íslandi? Var það alveg eins gott? Eða 40%? Er það alveg eins gott? Ef svarið er nei, við viljum ekki verið minnihluta Íslendingar á Íslandi, þá er því sammála að... 30% er langt frá því að vera minnihluti. 30% getur farið upp í 40% og í ákveðnum aldursspilum 30-39 ára í Reykjavík eru 40% útlendingar. Ég upplifi mig í meirihluta með Nikol. Hún er ekki hluta minnihluta og við tveir í meirihluta. Ég upplifi það bara ekki þannig. Nei, ég er ennþá undir 20%. Má ég taka leikskóla? Ég bara segja, ef þið eru sammála því að einhverstaðar er að draga mörk, þá eru við bara að tala um það hvar við draga mörk. Já, má ég taka leikskóla? Nú skal ég tala að viti, ekki tilfinningar. Það eru 20% land yfir fólk af erlendum uppruna sem starfi í leikskóla. Það bil 50% eru að vinna í starfi sem ekki skilgreind á gólfið, en það eru 20 eitthvað sem eru að starfa með börn. Þetta er hærri reyndar en hlutfall innflytjendur á Íslandi. En það er samt skortur af fólk sem starfi í leikskóla. Rosalega skortur.
Það sem vandar, eigum við bara losa við þessu 20%, takk þeim út og það vandar 10% til að koma inn börn. Eða eigum við að leggja rækt á markvisst íslenskennslu og fölta þessu fólk sem þeir eru kennara, en það þarf að brúa á milli þeirra þekkingu og okkur og nýsköpun, nýta þeirra þekkingu í að gera ennþá betra og mæta, ég veit þú ert samanlega mér, en við þurfum bara að segja það, og mæta þessum vegna að íslenska kennara, þau viðurkenna það, þeim vandar meira þekkingu, meira aðstóð til að mæta fólk, ekki bara börn, heldur foreldra, vegna þess að þeir veit það að þegar ég valdefla Gunnar í mína deild, ég valdefla foreldra hans. Þarna erum við með kjör aðstæðu til að byggja upp í kringum og nota kraftur. Það er hugtak sem heitir migrant capital. Við nótum það þekkingu sem koma við fólk til þess að þróa okkur kerfi og gera þetta enn betur, og það er það sem ég er að tala fyrir og við getum gert það. Þetta er bara pínu fjárfæri og það mun gilda líka í öðrum kerfum, heilbrigðiskerfi, þannig að við fullt af læknir og hjúkrafræðingur sem koma með mikið með sér sem getur nýta, en við þurfum að fjárfestu í tungumál og þetta að brúa á milli okkur kerfi og það sem þau koma með. Já, algjörlega. Ég er svo, því ég kemur á akademíunni þá svo óvön að grípa orðið og sé gripið fram í fyrir mér. Já, þú veist þeirra atvinnustjórnmálamenn. Já, en bara... Það fara á fund í þjóðminni. Nei, þetta er bara gott mál. Ég bara finn hvernig ég er svona óvönd að segja, en það er bara gott. Ég sammála ykkur báðum og að þú veist, bara það að vera þáttakandi í íslensku samfélagi eru þetta bara gríðarlega mikilvægt, og hvort sem það er að læra íslensku eða bara þessi, hvort sem við kallum með aðlögun eða inngilding. Og hvort sem það er að fækka hópnum eða að bæta innviði, þá held ég að mikilvægt sé að fyrir okkur í dag er að átta okkur á því að staðan er þannig að hér varð bara gríðarlega fjölgun á mjög stuttu tíma, seinna en í flestum öðrum löndum, og við erum svolítið að súpa seyðið á því að hafa ekki tilbúna innviði fyrir þessa fjölgun. Og ég meina, hefur þetta haft áhrif á afbrot eða eitthvað svona, það er eitthvað sem bara þyrfti að, það er ekki einfalt svar við því, og það er stundur látið eins og þetta sé bara spurning sem hægt að svara með já eða nei. Og þessi að þú hafi séð ykkur að fyrirsögn, það er ekki hægt að svara þessu á svona einfaldan hátt. Ef við förum til Svíþjóðar, ef við förum til Þýskalands, hluti af vandamálinu þar sem var þessi gríðarlega fjölgun 15-16 er að milli 65 og 70% af þeim sem komu til landsins voru ungir karlar. Það vita það allir sem vita eitthvað afbrot að það er hættulegt í sjálfu sér fyrir ef þú ert að spá í afbrotum. Snorri er hættulegasti maðurinn hérna við þetta. Algjörlega. Staðan er þannig í dag er að hér erum við komið með ég velti fyrir mér eins og bara þessi mótmælum í gær. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað áhyggju efni í sjálfu sér, svo sem hafa komið upp einhverjar svona pólitískar bylgjur eða flokkar í gegnum tíðina sem hafa nú ekki hlotið mikið fylgi, og ef við förum bara síðustu helgi þar sem var verið að fagna fjölbreytileikanum, að þá voru ekki bara þar voru 20.000 manns komið til að fagna honum, en í gær voru þannig eitthvað 300 manns. Þannig ég veit ekki hvort þetta sé sjálfur sér áhyggjefni, en það sem ég hef áhyggjur af verandi afbrotafræðingur er það sem ég er að heyra rosa mikið víða samfélagið, er að ungir karlar og sé að verða miklu íhaldsamari áður, sem er slæmt að því leitinu er að því fylgir andúð við útlendinga, andúð við alla minni hlutahópa, og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum svolítið að vera velta fyrir okkur. Og það er líka svolítið bara, áður ég leipa öðrum líka svolítið áhugavert bara að fylgjast með þessari umræðu, er að það er hópur á samfélaginu sem ég held að sé miklu minni en svona virkar þegar maður er bara að skoða samfélagsmiðla, sem er mjög óttaslegin vegna innflytjenda, sem er mjög íhaldsamur og hefur miklar áhyggjur af íhaldsumum múslimum sérstaklega, af öfga íslam,
af því að þar ríki einhvers konar menning sem að fólk hefur áhyggjur af, þar að segja til dæmis bara mjög íhaldsumum hugmyndum kynjahlutverkin og því líkt. En þessi hópur ásamt mest sameigilegt með einmitt öfga íslamstrúa, öfgafullum múslimatrúum, því að þessi hópur það virðist líka fylgja honum einmitt svona íhaldsamar gamaldags hugmyndir kynjahlutverk og það til dæmis bara að trúarbrögð eigi að hafa meira vægi heldur en skynsemi, rökhyggja og vísindi. En þetta með þennan unga hóp sem enn í grunnskóla, sem enn í framhaldsskóla, sem svona, að því að þetta það sem lögregluyfirvöld bæði á Íslandi, greiningadeildir og í Europol hafa haft miklar áhyggjur af því að íhaldssemi er eitt, en ef því fylgir eitthvað svona ofbeldi stýrkun, eitthvað svona rosaleg andúð og þessi svona afmennskuna að þá þetta hættulegt. En auðvitað getur það líka verið hættulegt fyrir okkur að fjölga mjög hratt á mjög stuttum tíma. Ég held að sé, í fyrsta lagi sambandi ungu karlana, það held ég að sé mjög verið að misnota til dæmis orð eins og einmitt öfgahyggju eða öfgahæri eða annað eins, þegar þetta eru viðhorf, ef maður talar það sem er kallað öfgahæri í dag, eru viðhorf sem voru gjörsamlega normal fyrir 20-30 árum, en síðan tekur mjög hörð vinstri. Nei, menn, ef þú talar öfgahæri, einhver íhaldsam gildi, hvort sem það eru ströngstefna í útlendingamálum, einmitt einhver kynjamáli eða hvað sem er. Ég sagði reyndar ekki öfgahæri. Nei, en þú talar hvernig ríkislögreglustjóri og önnur svona aðrar einingar eru að hantera þetta og velta fyrir sig eitthvað svona öfgapólitík og þetta er alltaf kallað öfgahæri í fjölmiðlum og maður hefur fengið hana stimpil á sig en ég myndi að því við tölum ofbeldi þá myndi ég segja að öfgar væru það að vera tilbúin að beita ofbeldi. Skilgreina öfga almennt eða skera réttindi annað. Þetta er líka ef ég horfa á öfgakristni í Bandaríkjunum núna. Það snýst bara að taka af fólk réttindi. Öfgavinstri sömuleiðis vill skerða málfrelsi ákveðina hópa til þess að vernda aðra hópa. Það má alveg fara út í það á ýmsum hliðum. Þegar við tölum það innflytjendastefnuna og skort þeirra af. Já, eða stefnuleysi á Íslandi og hverjir eru í auknum mæli kannski einmitt að lýsa efasemdum hana. Þá held ég að það sé ekkert síst bara gert á grundvelli tiltölulega svona rótgróna tilfinninga í manninu sem eru kannski svona almennt til með bara samstöðu tilfinning í þjóðfélagi. Það byggist á því að við séum þjóðfélag, við eigum eitthvað sameiginlegt. Ef að þú raskar því of, ef þú gengur of langt í því að það séu þá bara einmitt íbúar landsins séu í allt annari samsetningu þegar voru, það séu í raun og ekki sameiginlegt þjóðerni, auðvitað verða innflytjendur, þeir aðlagast hægt og rólega í mörgum tilvikum, en þegar þú komið með svona breytingar og svona fjölda, þá ertu raun og veru miklu komið og einmitt þegar fjöldin er slíkur að hann getur raun og veru bara lifað á meðal sín, fattar án þess að samlaðast þjóðfélaginu. Ég held að það sé það sem fólk hefur áhyggjur af. Já. Þetta er að tala um svona hugmyndum samfélag sem einhver hreinleika samfélagsins að innflytjendur spilli samfélaginu. Þú ert bara að rugla saman. Ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um að það er einhver svona samheldni í þessu samfélagi, er það ekki? Má ég segja hvað við eigum eitthvað samfélagi. Þegar ég hlusta á þig, þá er ég hugsa það að þegar að ég var krakki, strákur, ólíkur og þá hópuðust við saman sem höfðu minnst. Sem voru bara fátæk, við hópuðum okkur saman og við vorum svolítið aggressífur út í samfélagið. Og það er Ég velti þessu fyrir mér, ég meina bara út frá vinstri sjónarmiðinu. Ef maður skoða vinstri sjónarmiðið í þessu út frá því að geta vera með salin hérna í þjóðfélaginu til þess að skattleggja ríkt fólk og dreifa verðmætunum aftur til fátækara fólks. Ég held að þú missir salin í sífellt meira mæli ef að til dæmis fólk hefur á tilfinninguna að peningarnir fara til útlendinga í miklum stíl. Ég held að það sé bara algjörlega staðreynd. Ég held að út frá því þá þurfi vinstrið líka aðeins að ná opnum sínum átt að segja á því að það er líka eitthvað sem, og að því ég tala um verkalýðshreyfinguna. Hver er umbjóðandi? Er það þjóðin eða er það bara alþjóðlega samfélagi? Því að út frá einhverjum svona útalitarianisma, glóbalískum, það skiptir einhver máli þótt að við dreifum hérna þessu fólki hingað í þetta land, að bara þetta, hagkerfið þarf þetta, við erum, efnahagssvæði, þannig virkar evrópska efnahagssvæði, dreifum þessu bara hingað og þá verða þau, jú, það er ein spurning og auðvitað getur maður út frá því sagt bara, já, þetta er allt gott að blessa, en síðan er það, heyrðu, hvað finnst heimamönnum? Er það verður spurning, hvað heimamönnum finnst það að vera þá bara í miklu í annari stöðu en það var? Get ekki tala tungumáli sitt lengur. Hvað finnst þeim? Og kannski finnst fólki þetta hreinlega ekki siðferðislega réttlætanleg spurning. Og þá
ég er ósammála því. Nú þarf ég að grípa alveg inn vegna þess að það er ýmislegt sem þú þarf að veita samfélagsnúbyrði með mér og öðrum sem er lík mér og það er það að flest okkur er með sama gildi og sama væntingar og sama óskur að okkur samfélag þróast og við erum part af þeim. Nú ætla ég, þau gefur mig bara 3 mínútur til að segja, ég leiti stefnu gerð inngildingastefnu í Vík í Mýrdal sem var 60%. Þar tók ég samráðsfundum með atvinnurekkendur, bara einmitt heimamenn, stjórnendur, bara allir og líka innflytjendur. Og niðurstöðu kom alltaf niður á það sama. Fólk vildi að skólar menntu þeirra börn óháðubruna, að þau þurfti ekki að kveðja fólk endalaus, að allir voru með öryggt húsnæði, að allir greiti sanngjarnt skatt fyrir þjónustu og fengu þjónustu óháð uppruna. Vegna þess að sumt fólk, bæði heimamenn og innflytjendur upplifið það að þjónustu sem þau voru að fá var ósanngjarnt vegna þess að það tók ekkert mið af þeirra þarfirnar. Svo þá fer Vík inn og þeir eru bara að reyna að skoða hvernig er besta leiðin að gera þetta og komum eftir á dæmi yfir upphafi að kannski þurfum að taka skref tilbaka og til að efla íslenska nótkun þurfum við að fjárfesta í því að tryggja við með starfsmann sem kann að lýsa þeim sem koma til landsins, hvernig þeir læra íslensku, hvar þeir læra þetta, efla aðgengi að því og félagsverkefni þar sem heimamenn og innflytjendur koma saman að tala íslensku. Og við þurfum að fara saman í að skoða hvernig við eflum okkur skóla. Þetta er það vinna sem ég er að tala að við viljum, ég og þú, ég held að við erum mjög á tímapunktur farin. Nei, þessi ákvæða tímapunktur hugsa mér, ok, þetta er ekki að ganga mjög vel. Skilur, þetta er ekki að takast. Þessi markmið sem þú lýsa, þetta er ekki að takast á Vík í Mýrdal. Hún hefur ekki takast vegna sem við hefum ekkert lagt og rækt í því. En er það í framhaldinu að fara að skána? Ég bara efast svo mikið það. Við verðum að gera eitthvað. Það var farið af stað. Við viljum það ekki vegna þess að við erum ekkert að losa við þessi 18%. Við erum að segja satt sem er. Ég var með manni sem sagði að þú losnar ekki við að vaska upp með að gera það illa. Það getur verið að við höfum bara gert þetta illa og við höfum að gera þetta betur. Þetta hefur verið gert illa, ég er alveg sammála. Það hefur ekki hægt að því. En ég er bara að segja að eina lausnin og eina umræðan getur ekki verið bara, bætum aðeins í íslensku kennslu, aðeins í inngildingar áætlun, aðeins í, lausnin þarf að vera skoða aðeins grundvöllinni mitt, efnahagsstefna, hvernig ætlum að hafa þetta alltaf framtíðar, er þetta sjálfbært bara framtíðar samfélag, þú veist, við erum með, einmitt, þetta er líka ákveð vítæringur. Já, við erum komin í vítahringi og það er alltaf við þurfum útlendinga til þess að halda atvinnulífinu gangandi og til þess að byggja upp innviði en af því að allir útlendingarnir eru þá þurfum við alla þessa innviði líka þannig að þetta bara heldur áfram að vinda upp á sig. En hvað viltu gera? Það er góð spurning. Nú er komin tími. Ég vil... Þú kannast við það að öfga hægrið eins og þú hefur verið flokkar við öfga hægrinu. En eins og ég grípir það bara lofti því þú sagðir að þú hefur verið sakar það. Já, ég var bænt á þetta hugtak væri mjög ógagnlegt. Heimsluta sem hafa lagt áherslu á svona útlendingaandúð að þeir hafa verið gagnrýndir fyrir það. Ég ber ekki sammála að þetta kallast útlendingaandúð. Þeir hafa verið gagnrýndir fyrir það að þeir eru alltaf að tala að þurfi harðari aðgerðir í útlendingamálum. En þeir svara aldrei raunverulega fyrir því hvað þarf að gera vegna þess að til dæmis ástandið í Danmörku hefur ekkert batnað eða það er ekki minni glæpir í Danmörku, það er ekki öll vandamál leyst í samfélaginu samt að þeir verið að grípa til harðari aðgerðir og harðari aðgerða. Hvað er það sem við gera? Við stefna til fór Deutschland til að útlendingum verið vísa á landinu. Ég vil vísa þeim á landinu sem fremja alvarlega glæpi, já, ég vil... En viltu fækka bara kerfisbundið? Ríkisstjórn Netanyahu skilgreinir það að innan landamæra Ísrael með Palestínumenn ekki verið fleiri 20%? Ég er ekki með slíka tölfræði í huga, sko. Ég bara segja, ég vil sannlega beita tækjum ríkisvaldsins til þess að tempra innflytning. Bara með ýmsum leiðum. Ég hef sagt að EES, einmitt talandi um nauðhyggjuna, ég hef sagt að ef EES leiði þess að, 30% landsmanna verið þá útlendingar og svo 40% ég veit alveg að hluti útlendinga kemur með tíð og tíma til að verða Íslendingar. Ég er ekki snúið út úr orðum mínum það verður vera markmið. En ég er að segja, ef 30% eða 40% eða 50%, já, þá myndi ég segja, þá er ekki að fara að vera í samstarfi sem leiðir til þess að við bara, verðum við minnulítið. Mér finnst það ekki bara, ég er bara að segja, mér finnst það alveg eðlilegt að pæla í þessu og ef þið eru sammála að það sé einhver mörk, þá eru við bara að tala hver mörkin eru. Ef þið kíkja á tölfræði í Evrópa, það eina land sem er að nálgast 50% er Luxemborg
og þeir eru helst bara velefnaðir innflytjendur þar og glæpatíðni í Luxemburg, ég veit ekki alveg, Margrét, þú kannski veist og ég geti nefnt fleiri aðgerðir við förum út í Luxemburg, af því að þegar að fjölgunin var sem mest þá sá maður það náttúrulega að það hvergi sem orðið jafnt mikil fjölgun á skömmum tíma eins og Íslandi. Nema í Luxemburg sem eru kannski svona 10-12 árum undan okkur og hafa gengið í gegnum samfélagslega jafnt mikla breytingar. Nú það því miður þannig að þetta svo lítið land að það næstu því ósýnilegt og erfitt með að lesa blöðin og svona, en samt fór ég og leitaði hvort það væri þessi húsnæðiskreppa sem við erum að glíma við í Luxemburg. Ég gat ekki fundið almennilega dæmi þess, þannig að kannski ættum við að snúa okkur til Luxemburgar og spyrja hvernig fóru þið að þessu? Já, en ég skil bara ekki hver samfélagsmyndin þá. Eitthvað með sama þóttu myndum almennt tala ensku á Íslandi. Þú veist, það niðurstaðan ef við höldum þess að hættan frá enskunni kemur frá, þú veist að sé það sjálfur. Nei, hún kemur ekki bara frá tækjunum. Það ekki þannig að við neyjumst til að tala ensku verið það er svo mikið útlendingum minna. En þú með öll spílinn, Snorri. Hvað þegar þú fennir í miðbæ og talar í afgreiðslunni? Jú, en þú veist að segja að krakkarnir, íslensku krakkarnir verið að tala ensku. Þú situr núna í allsherjarmennta og ég sé bara leggja bara rækt á því að það farið í markvist í að efla íslensku tunga og það fjárfestað vegna þess að það það sem við þurfum að horfa á. Ég held að við erum í doktorsfræði það að tala deficit. Við tölum innflytjendur, þetta bara deficit. Við byrjum þar, þú kannt ekki neitt, þú talar ekki tungumál, þú hættir þetta, en það rosalega farsjóður. Það sumur sem þurfi meira, en þetta Íslandi. Og við hugsum equity eða jafngildi og við viljum efla fólk. En byrjum bara með meira hluti og magni og þannig fólk með menntun og þetta flestir kristni. Við skulum hafa á hreinu. Ég meina flestir pólsk og þau kaþólsk og ég mæti við kirkju hvert einustu sunnudag. Þetta fólk með sama gildi. Og nú hvernig saman en Íslandingar? Sama, já, hvað það varður. Og sama vilja bara ég leikskólasjóri aftur og bara uppeldi, sama gildi með börnin. Þau vilja það bestu fyrir þeirra börn. Þau vilja þau læra íslensku, þau vilja þau eiga vinnu, þau vilja fara langt í fótbolta og svona. Tökum það sem við hefum saman, byggja á því og nota íslensku ekki á vapni til að halda fólk frá, til þess að leiða þeim inn í samfélag og þar gerist gott og við notum bara íslensku. Það Margrét, má ég spyrja einu út frá því sem varst að segja áðan og afsakaðu hvað erfitt að ná orðinu. Nei, allt í lagi, bara allt í lagi, alls ekki. Því varst að segja áðan að það væri verið máluð upp ógn af fjölgun innflytjenda í samfélaginu og ég meina við vitum það að samfélag sem gangi í gegnum mikla breytingar, það meiri upplust þar og meiri óeining og það bara umbreytingatímabil sem erfitt að gangi í gegnum og við erum að halda okkur vakandi við það. En þú nefndir að andstaðan við þessar breytingar að það var líka ógn af henni. Já, og við konar kröfur það að stjórnvöld grípi til aðgerða til þess að auðvelda innflytjendum innleiðina inn í samfélag. Finnst þér að stjórnvöld ætti að grípa til aðgerða til þess að mæta þeirri ógn sem af þessari ungherra menningu sem þú veist að lýsa sem að getur orðið ofbeldisfull og hefur sýnt sig í löndum sem hafa gengið í gegnum svipaðar breytingar og við að raunverulega ógn getur leitt til hryðjuverka og glæpa og annað slíkt. Finnst þér Íslands stjórnvöld ætti að grípa til einhverja aðgerða til að hemja vöxt slíkra hreyfinga? Já, ég held að Íslands stjórnvöld ætti að gera það, en ég ætti kannski fyrst að taka það fram að þetta ansi mikið í umræðinni, þessi svona og hefur birst í skýrslum greiningadeildar ríkislögreglustjóra og greiningadeildar erlendra lögregluyfirvalda, en ég hef svo sem ekki séð, bara þannig að það sé sagt, einhverja mælingu á breyttu viðhorfi hjá ungu fólki, þannig að það svo sem ekki þú veist, þetta svolítið mikið einhver tilfinning og svona einhver umræða sem að eiga sér stað á einhverjum lokuðum netspjöllum sem að lögreglan hefur áhyggjur af. En ég held að það sé alveg tilefni í fyrsta lagi bara til þess að skoða þetta, til að mæla þetta og ef svo þá að því að ég sammála svona uppnefni eins og öfgahægri, þú veist, ekki gagnlegt, en ef það einhver ofbeldi styrkun í gangi sem að sérstaklega tengist að því að það verður hansi hættulegt ef þetta tengist líka á sama tíma einhver svona hvítri kynþáttahyggju að þá mjög mikilvægt að taka því alvarlega og bregðast við því og þá ættu stjórnvöld að gera það.
En ég held svona að því að þið sögðu svo margt áðan sem var mjög áhugavert, ég held að það sé mikilvægt fyrir sko samheldni þjóða hefur rosalega mikið gildi og gerir það verkum að bara eins og velferðarkerfi ganga betur og það bara miklu farsælla fyrir fólk að búa í samfélagið þar sem að það ríkir ákveðin samheldni. Og traust á stofnunum og alls konar. Sem að fjall hér í hruninu en ekki vegna innflytjenda? Nei, ekki vegna innflytjenda en svo einhverja svona allavega einhverja hugmyndur að sé aðeins að minnka aftur en ég hef svo sem ekki séð neinn gögn það en það verður áhugavert að sjá það. Ég held að hluti af samheldni, ég ætla að segja, ég myndi, þú veist, að við verðum að íslenska okkar tungumál og hluti að því að vera Íslendingur að tala íslensku. Þannig að bara því að það koma alls konar svona hugmyndir fram, held ég að það sé mjög mikilvægt. Ef þú fer niður í miðbæ og getur ekki pantað á ensku, það er náttúrulega hluti af því að hér að koma fólk bara tímabundið sem að fara aftur heim til sín. En við þurfum að í skólunum okkar þá þurfum við að passa að hér sé íslenska hluti að því að vera Íslandingur og við þurfum líka að passa það að ungir innflytjendur hafi tækifæri til þess að verða hluti af samfélaginu sem þið búa í með þáttöku í félagsstarfi, með þáttöku í íþróttum og því líku. En þau sem hafa við rauðaborðið lagt mesta áherslu á að íslenska eigi að vera tungumálið og eigi að vera millitungumálið, það eru innflytjendur. Já, og vitið það. Það eru þeir innflytjendur sem rata hingað að rauðaborðinu, Gunnar Smári, það náttúrulega líklega... Hér fer umræðum fram á íslensku. Já, ég held að þú sért þá kannski ekkit endilega með, eitthvað endla lýsandi dæmi en sem mjög mikið af innflytjendum alltaf sjá og ég ekkert að áfellast á. Ég held að bara sjáu vegna sinna aðstæðna hvort sem þau kannski stefna að vera hérna í 1 eða 3 eða 5 ár eða bara vegna þess að þau geta að lifa sínu lífi án íslensku. Ég sjálfu sér áfellistu ekkert fyrir að sjá einhverja þörf fyrir að læra íslensku. Ég bara segja út frá sjónarmiðum íslenska stjórnvalda. Það var ekki æskileg þróun að hér séu mjög margir sem í þeirri stöðu. Nú þarf ég að tala staðreyndum. Rannsókn frá 2021 sem hefur endurtekið, það var 70% innflytjendur sem voru kannað vildi læra íslensku. Og það ef þeir gera ráð fyrir, við erum ekki í Danmark, þeir eru ekki þvingið til þess að læra þetta, þeir þurfa að greiða þetta sjálf. Hvati til að læra íslenskur þá bara sjálfskvati til þess að taka þátt í samfélag og vera. Hins vegar á móti, 60% þessu sama fólk sem voru könnuð voru ósátt við aðgengi, kostnaði og gæði. Já, það bara, við höfum engin mælakvarði. Manneskir sem fer 6 íslenska námskeið og ekki prófið hvar það það eina próf sem lagt fyrir ríkisborgara og það ekki, fólk sem kom frá EES ekki endilega sækist eftir að vera íslenska ríkisborgara. Svo við þurfum að hugsa þetta og það ákall, bara, ef ég mætti bara þingið inn, það ákall betur kerfi, það kemur frá kennunum sjálf, þeim sem rekka kennslu og þeim sem að nota það. Og þetta bara, þetta 70% það ekki við rauðaborð, þetta út samfélag. Nei, ég alveg samanlega að innflytjendur líklega upp til hópa auðvitað vilja gera þetta. Þetta náttúrulega mikið átak að læra erlent tungumál. Maður að leggja mikið á sig persónulega, maður að dýfa sér á kaf ofan í viðkomandi menningu og svo framvegis. Ég sannarlega vil auki framboð og stuðning á vegum stjórnvalda. Ég hins vegar hef bara benda á það að ástandið hefur ekki verið að skána og það lítur ekki út fyrir að það sé að fara að skána. Ég veit að við getum bætta einhverju leyti með svona átökum en ég hins vegar og það ekki bara að þessum ástæðum, heldur bara í víðskilningi rétt eins og Margrét var að vísa til og það held ég bara vísindalega rannsakað að samheldni, það sem til dæmis hagfræðingurinn Paul Collier kallar mutual regard í samfélögum. Það að segja einhvers konar tilfinning að maður sé tilbúin að gera eitthvað fyrir náungan, hvort sem eitthvað bjátar á eða eitthvað slíkt. Hún fer ferrandi þegar það mikill innflytningur fólks. Það bara gerist vegna þess að þá bara ertu komið með aðra stöðu í samfélagi. Þannig að þú veist, við getum bara alveg horfst í augu við það að það gerist. Ef þú ferði í svona há hlutvöll, þá mun samstæðan minnka í samfélaginu. Við getum bara horfst í augu við og litið á þessum fórnarkostnaði. Það alveg ljóst að það gerist. Þetta ekki fólk sem þú hefur sömu taugar til og samlanda en það bara hann, skilur. Og fleiri fræðimenn eins og Coleman hafa fjallað að þetta gerist, en þetta gerist og síðan til lengri tíma að þá fer samheldni aftur að aukast. Hvernig við förum leiðina. Já, hvernig við förum leiðina skiptir líka gríðarlega miklu máli, en það alveg skýrt að þetta hefur áhrif á mikil fjölgun á stuttu tíma
og ég tala nú ekki þegar að bakgrunnurinn mjög fjölbreytilegur að það hefur áhrif á samheldni. Þetta svolítið einsleit hópur sem hér. Já. Bara rannsóknum síðan. En ég held að bara ef þið skoðið samfélagsmiðla, ef þið skoðið umræðina þá hafa hópurinn sem hefur áhyggjur af innflytjendum hefur bara áhyggjur af ákveðni tegund af innflytjendum og það eru hælisleitendur sem eru miklu færri hlutfallslega hér heldur en til dæmis í Svíþjóð, það veit ekki dæmi það, ég gerði leikum með stundum að því að bera saman og það er bara ekki hægt að líka því saman, það er svo fáir innflytjendur hér á Íslandi frá Mið-Austurlöndum eða þessum löndum sem við erum að tala í samanburði við Danmörk, Svíþjóð og önnur lönd. En það er líka annað í þessu, erum við einsleitt eða erum við fjölbreytt samfélag? Talandi með við tölum einhverja unga karlmenn sem allir hafa svo mikla áhyggjur af að séu einhvern veginn með einhverja pólitíska skoðanir sem eru ekki... Ég hef ekki áhyggjur af pólitísku skoðanum, ég hef áhyggjur af ofbeldisdýrkun og svona kynþáttahyggju. En ef maður hugsa út í það, þá mörguleyti hefur í menningunni ríkt svona viss gaslýsing að líka að mínu mati, þannig að það ágæta orðum að fjölbreytileiki er bara styrkur, þetta er bara styrk í samfélagið. Ok, ef við komum mónið að hvaða leyti styrkir að samfélagið að það sé ekki sama tenging á milli allra og það hefur verið. Að hvaða leyti þá ekki bara einsleitni styrkur Já, en ef við horfum á þetta... Það bara liggur fyrir. Ef þeir eru svona ítlaðið að tala um það innan þjóðar, ef við tökum bara hóp sem við starfar inn í, ef þetta er bara fyrirtæki, þeir eru 10 manns, þeir eru búin að starfa lengi saman. Það er ákveðin samheldni, þið þekkist, þið hugsið eins, þeir eru með sömu pælingar og svo kemur ykkur nýr inn og það tekur tíma að venjast og hann getur smellpassa eða hann getur alls ekki passa af því að fólk er svo illa við að tala um þjóð, þá getum við bara tekið aðra líkingar. Fjölbreytileiki er ekki styrkur út af fyrir sig, hann er bara ástand. Einsleitni getur alveg verið styrkur. Ég ætla alltaf að fá það fram. Það er bara klísjur sem er alltaf ítt í andlit af fólki, það er aldrei útskýrt hver að bak við það. Leiðtogar segja þetta bara fjölbreytileiki styrkur, ef þú hugsar öðruvísi, þá ertu öfgamaður og þú vilt beita ofbeldi og ég ekki segja þú ert að segja það, en það er svona tenging við þínar hugsanir er ofbeldi í skúmaskotum. Ég ætla að fá að koma inn en að þú nefndir hópa. Ég var ungur, byrjaði í blaðamennsku og þá voru varla konur á ritstjórnunum. Síðan fjölgaði þeim og ég get sagt að það styrkti ritstjórnunar, eldi þær og gerði okkur miklu hæfari til þess að fjalla samfélagi heldur við höfum áður gert. Og þetta er bara ágætis dæmi það vantaði ekki óttan hjá köllunum sem að reynda að halda konunum frá sér og töldu að konunar kemur inn bara með einhver leiðinda viðbrögð. Finnst ekki konum oft gott að vera bara í hópi kvenna og ræða sín mál? Jú, en þú ert að tala um hvernig samfélag. Þeim finnst það oft gott. Þeir skölna það líka í sín mál. Myndur við hafa bara að kalla á ritstjórnu, hvað við segja? Var ég að segja það? Nei, ég var að taka dæmi til þess að getur hugsað þetta eins víðar. Ég var að taka dæmi að hópar sem að blandast, að þeir verða sterkari, þeir hafa meiri seglu, þeir hafa meiri getur til þess að taka á því, sem var ákvæmt þú að segja að myndi ekki gerast. Ég er bara að segja, það er ekkert almenn regla. Það er ekkert ófrávíkjanleg regla. Þetta er einu upplifun þín á einu vinnustað. Það er gott og blessað. Ég er bara að segja, þú getur ekki tekið það og dregið almenna ályktun um allar heiminn, sko. Má ég alls taka undir þér? Ég er alveg sama þér. Að það bara þýðir ekkert að vera að segja fjölbreytileiki er styrkleiki og gera ekkert í því. Ég segja fjölbreytileiki, hún er styrkleiki og hvað? Hvað ætlum að gera við það? Eins og staðin er í dag. Það er fullt af fólk sem segja, ég segi það, fyrir ég tel bara, ég hef bætt samfélag. Kannski er þetta bara rugl í mér, kannski er þetta óhámetið, en það er vegna þess að ég hef fengið tækifæri, ég hef nýtt þess og hef reynd að búa til tækifæri fyrir öðrum. Þar var styrkleiki nýtt, en þar sem við erum ekkert að nýta þetta, þá er þetta bara einmitt, bara frasi sem hefur engin gildi og getur fara á móti okkur. En ef við förum hins leið og segja bara styrkleiki er veikleiki, og hvað þá? Að halda fólk frá, halda fólk út. Þetta er bara, það snýst ekki að vera með eitthvað yfirlýsing, það snýst að gera eitthvað. Og vissulega, niðurstöðu okkar í dag er, sumt þurfum að takast á og bara segja, hingað ekki lengur, setja mörk og búið. En annað, við þurfum að fjárfesti í og vinna með og aðlaka okkar samlega að samgildi. Vegna þess að ég tel að ég hef lært í dag, ég og þú, við höfum rosalega mikið samanlagt eitthvað sem fólk myndi hugsa út á við að þessi tvo hefur ekkert saman. Nikko stendur hérna og hún er bara innflytjendur döið og bara aktivistur og svoleiðis og þú á móti. En í dag hef ég lært að við getum gert margt til þess að tróða þetta áfram. Og ég held að við erum það. Styrkleiki og veikleiki, þeir eru til stað og við þurfum að gera eitthvað í því. Ég samanlega, fjölbreytileiki þarf ekki að vera styrkleiki, það bara fer eftir aðstæðum, en umburðarlyndi kannski, ef við myndum setja það í staðinn, að þá, bara umburðarlyndi fyrir ólíku, svona, ég veit ekki, sjónamiðum eða bara háttum, að það hlýtur að vera styrkleiki.
Ég er sammála því. Og ég held að umburðarlyndi sé mögulega einfaldari. Virðing bara fyrir öðru en sko, ég held að geti samt gerst að það ég held að sé líka mjög mikilvægt. Ég held að enginn, minnstakosti ekki ég, og ég hafi áhyggjur af einhverjum svona pólitískum skoðunum ungra manna. Fólk hefur, það er bara, hér búum við lýðræði og frelsi og það er þessi, fólk hefur bara áhyggjur af ofbeldisstýrkun og hvítri kynþáttahyggju sem er einhver áhætta að muni leiða til átaka í samfélaginu. Það mun ekki bjarga okkur. Nei, ég tek heilsugur undir það að ofbeldi er alltaf hræðilegt, sko. Það er bara alltaf ágjörni. Já, ég segi þetta gott hérna. Getum haldið áfram. En við þurfum það ekki. Gaman að fá ykkur, þetta er náttúrulega mikilvægt mál sem er mikið rætt og við ætlum að halda áfram að tala hérna við Rauðaborðið. En Nicole, Margrét og Snorri, kæra þakkir. Við ætlum að gera hérna örstutt hlé og svo komum við hérna bræður og ljúkum þættinum. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861-2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, herðu, velkomin aftur. Við sitjum hérna eftir bræðurnir þegar gestirnir eru farnir. Já, yfirleitt þá reynum við að tala pólitíkina, en pólitíkin er náttúrulega bara, hún er í fríi. Já, og langt fram eftir sumri. Já, og líka þeir sem eru sko meðast fylgislausir, þeir eru bara líka í frí. Við sjáum ekkert svo fólk reyna að sko synda marfaða og koma sér upp á bakkan. Nei, kannski ekki, við erum að koma alltaf út úr sumarlegunum. Á morgun að þá byrjar háskólinn og framhaldsskólanir, þannig að þá fyllast göturnar hérna fólki. Þá fyllist Reykjavík og göturnar. Já. Og mér fundist það svona, til dæmis eins og í þessari vika, því við erum að leika okkur að við vera með fréttir á samstöðinni, byrjuðum strax eftir Vestlumhelgi og æfðum okkur svolítið þarna í júlí. Það er svona hálfgerð gúrka í gangi hérna innanlands. Já. Þú veist, ég menna, það hefur áhrif að þingið er ekki að störfum. Já, vissulega. Og það sem að fjölmiðlar oft svona reyna að halda upp ykkur svona pólitískri umræðu og þá kemur kannski svona viðtal við Kristrúnu þar sem hún segist vonast eftir góð samstarfi við stjórnarandstöðuna, en þetta er bara eiginlega svona off-season. Það er ekki neitt sko. En við reyndum nú til dæmis núna að fá utanríkisráðherra sem sá sér ekki fært að koma. Nei, hún virðist vera eins og oft gerist að þegar þú ert í stjórnarandstöðu þá ertu til í að koma til litlu millana, en þegar þú ert orðinn ráðherra að þá kemur það bara á fínustæðina til miður. Við fengum ekki Bjarna Benediktsson eða Katrínu Jakobsdóttur til þess að koma hérna. Þau vildu bara vera í drottningaviðtölum á RÚV og þess að þau telja að vera svona fínni umhverfi. Kannski upplifur það að þú ert ráðherra að þú sett að taka niður fyrir þig, að þú mætir í svona hrörlegt stúdíu eins og hér og þetta tala við menn eins og okkur. Já, ég fekk, þegar ég var með Sprengisaðan, þá komum við ofta ráðherra. Ég myndi telja að það væri svipað á RÚV.
Bylgjan, meiri hlustun á Bylgjuna heldur en RÚV. En og þannig það oft á minni miðlum að þú fær stjórnarandstöðu og kannski það bara ágætt að við fáum þá stjórnarandstöðu. Við vorum með stjórnarandstöðu þingmenn Snorra Másson. Kannski tölum við bara meira stjórnarandstöðu þingmennina. Ef að ráðherrarnir eru þannig að þeir vilja bara vera í fínni sölum heldur en við bjóðum upp á. Já, við sengjum nógu fín. Já, þetta bara raunveruleiki í samfélaginu. Oft líka verið raunveruleiki í svona vinstrinu. Ég maður til dæmis að þegar ég var að reyna að halda út í fréttatíman, að þá komu kosningar og þá voru dregið mikið tilbaka af auglýsingum og það hljómaði bara eins og það væri ákvörðun einhvers staðar innan úr hægrinu að drepa fréttatíman og fylgdi sögunni oft þegar fólk var að taka tilbaka auglýsingar eða neita því að auglýsa, þau var yfirleitt ekki að auglýsa í svona kommunista snepli. Svo komu kosningarnar og þá voru til þess flokkar eins og VG og fleiri sem að fóru með auglýsingaféð sitt í moggan og fleira þótt að það væri ekkert meiri útbreiðsla. Það bara þrá þeirra sem að maður heldur að ég að vera í andstöðu við svona ríkjandi viðhorf, að þrá þeirra tilheyra bara ótrúlega sterk. Og það má vel vera að það hafi bara sín áhrif af þeim sem eru orðnir ráðherrar og eru með ráðherrabílstjóra og 2 aðstoðarmenn og Það finnum við mikið til sín. Já. Vil ég vera með fyrirmennum hér og þar? Já, mér finnst þetta alltaf sorglegt í íslensku samfélagi, að íslensku samfélagi svo lítið. Það eini kosturinn af því að búa í íslensku samfélagi að hvað það er lítið og þú getur umgengist fólk úr öllum stéttum og öllum geirum eins og þú þekkir og það er nú eitt af því sem er gaman að vera blaðamaður, að þú hittir bara svona alls konar fólk. Að manni finnst það oft skrítið þegar maður verið varfið þetta hjá fólki að vilja alltaf vera einhvern veginn í svona fínna samhengi. Svo kallu fyrirmenni halda hópinn. Herðu, en það er náttúrulega, það sem kom út úr sumrinu er náttúrulega að ríkisstjórnin, hún mælist ennþá með mikinn stuðning, 60% plus, forystuflokkurinn í ríkisstjórninni er að auka við sér fylgi og hverri könnun eftir hana? Alveg, komum upp í bara 35 eða eitthvað, sko. Aldrei mælst hærri og er í ríkisstjórn. Já, einmitt. Og svo er að verða spurning sko kapphlaupið við annarsætið. Viðreisn er ekkert langt frá Sjálfstæðisflokknum. 3%. Þú kannast við að Óli Þ. Harðar sem oft kemur hingað, hann hefur verið að benda á það og reyndar líka Eiríkur Bergmann að það virðist vera regla í okkar heimsluta það að vera í ríkisstjórn dregur niður fylgið. En við erum með ríkisstjórn sem er ekki að gera það. Og af hverju er það? Er það vegna þess að það komið svo mikil þreyta og anduð á gömlu valdaflokkana? Það er örugglega hluti af ástæðinni. Já, og Sjálfstæðisflokkurinn reynir að breyta fórystu, það gerði það náttúrulega. En var óheppilega að því í staðið einhvern veginn að lenda í tveimur sem er að fá jafnt mikið fylgi og Guðrún Hafsteinsdóttir virkar eins og svona hálf umboðslaus tilfinning meðal flokksmanna að hún sé bráðabirgðaformaður þessu eftir að finna fórustuna. Þannig að hún fær engan svona byr með sér innan flokks. Nei, og virðist ekki heldur geta dregið vagnin. Nei, hún gengur inn í mótaða svona andstöðu inn í þinginu sem er svolítið svona miðflokksleg. Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn virkar eins og hann sé svona í eftirdrægi á miðflokknum og það er að bjóða henni líka að koma. Já, og það er dæmi að stjórnarflokkarnir vaksa nema flokkafólksins en stjórnarandstöðuflokkurinn sem ætti að vera góðu vettvangur í að vera áskorandi að það lukkast ekki fyrir Sjálfstæðisflokkinn og ekki fyrir Grey Framsókn sem meldist síðast hjá Gallup undir 5%. Já. Og það heyri skorki hóstin stuna frá fólkinu sem er ábyrgtir flokknum. Það finnst mér alveg stórfurðulegt. Þetta á að vera sko neyðabliss og flokkstofnunin að koma saman og fara að ræða stöðuna. Já, það er spurning svona
þegar staðan þessi hvort að forysta í flokka ekki að bara gangast við niðurstöðu skoðanakönnunum í staðan fyrir að koma fram og segja sko við höfum séð að svartara og skoðanakannanir segja ekki neitt, það eru kosningar, þú kannast við þetta, fólk er bara í eitthvað svona varnarviðbrögð. En þegar að Framsóknarflokkurinn mælist með var ekki 4,7% styrki? 4,9 heldur. Nei, undir 5. En það er Gallup var svo gott við þá, eða ég man ekki alveg hvort það var núna, manni ekki alltaf hvort það var Gallup eða maskína. En allavega sá sem að gerði könnuna var svo góður við Framsókn að reiknaði með að þeir hefðu náð inn kjördæmakjörnum mönnum. Svona ég myndi alltaf gera það bara ef þú fær 4,9 þá fer bara enga þingmann. En þau voru búin að sirka það svona út að þeir myndu ná inn manni í norðvestri og norðaustri. En þar með væri Hallar Hund og Sigurður Ingi ekki inn á þingi í Suðurlandi. Nei. Sem að... Nei, það væri Ingibjörg Ísaksen og Stefán Vagn. Já, en að Framsóknarflokkurinn hafi ekki þingmann í Suðurkjördæmi, það er alveg stórkostlegt. Já, það ætti að vera hvað svo sem að höfuðstöðu Framsóknarflokksins eru, hvar eru þær? Einu sem var Framsóknarflokkurinn á Hverfisgötunni. Já, ég held að ég gáði það inn daginn, það er Bæjarlind 12 í Kópavogi. Það sem að Framsóknarfélag Kópavogs er til húsa líka náttúrulega. En lögheimilið þar. Já, myndir ekki segja að ríkisstjórnin, hún er ekki yngri svona hættu, það er svona ákveðin samildið þarna inni og einhver geti sagt að það mun reyna á flokk fólksins að horfa upp á svona að þau séu að missa fylgi, samkvæmt könnunum. En ég held ekki ég held að flokkurinn sé með það innbyggt inn í því að segja að einmitt að kannan eru reitt af því að flokkur fólksins alltaf fengi meira upp úr kjörgarsónamennin í könnunum. Þannig að það má reyna mjög á það áður en að verður. Já, svo líka ef er samheldni milli foringjanna þriggja að það er örugglega svona til þess að flokkur fólksins sé ánægður í ríkisstjórninni. Já. En samt ættum við kannski að horfa til sögunar og þú manst þér að alltaf tala um hvað er rosalega sami heldni milli Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktssonar og stundum var Sigurður Ingi nefndur líka. En það reyndist nú hvoru og flokknum vel. En það endanum þá náttúrulega meta kjósendur hvort þú náir ykkur fram og það flokkur fólksins á eftir að sína fram á það, að ná ykkur fram. Það voru mikið af málum sem hann hafði lagt áherslu á sem að duttu upp fyrir og varði ekkit úr. Hann er með fórust í húsnæðismálum, við tölum mikið húsnæðismálin áðan. Hvaða lína ætla ríkisstjórnin að draga í húsnæðismálum? Við höfum ekki hugmyndu það. Nei. Það voru breytingar á lögum almannatryggingar, það fór ekki í gegn. Það voru mörg mál sem það var ekki gengið frá strandveiðinni. Hún er alveg í sömu óvissu og áður var og hún var bara stoppuð vertíðin. Þannig að flokkur fólksins er með miklu lengri lista yfir það sem að þau vilja gera en fá ekki. Heldur til dæmis Viðreisn sem er náttúrulega, það er ekki tilviljun að viðskiptaráð er mjög ánægt með Viðreisnarráðherrana. Þeir eru bara að reka stefnu viðskiptaráðs. Þannig að þeir fá sitt. Þeir fá meira menna sitt fram. Já. Nema Viðreisn var líka lægstenguna, það er hjá atvinnuvegaráðuneytinu. Já, frá hæstu einhverjum frá þjóðinni. Það er eiginlega eina svona stefnubreitingamálið sem að ríkisstjórnin náði fram að hækka eilítið veiðigjöld. Já, eins og við rættum svolítið í sumar að uppskeran hjá þessari ríkisstjórn með meðbyrjun sem við höfum út í samfélaginu var nú ekki mikil. Nei, kannski hefur málþóf hinna, fólk bara fekk brókið á þessu, þetta var svo augljóst, þetta var bara einhver asnaleg vörn. Kannski hefur það skadað flokkana og fært fylgið yfir, ég veit ekki. Jú, en ríkisstjórnin náði ekki sínu fram. Ég meina alveg örugglega rétt í mat þegar að málþófsflokkarnir, þeir nutu ekki stuðnings þjóðarinnar. Nei, komið í veg fyrir. Ríkisstjórnin þvert á móti, en þegar það var síðan samið þetta, þá bæði vatnaði hún aðeins út veiðileyfafrumvarpið, en henti strandveiðinni, almannatryggingum, alls konar vernd fyrir leigjendur og hentur svo öll í ruslið. Þannig að málþófsflokkarnir skáru miklu meira upp í sambandi við afgreiðsluna á þinginu, fengu miklu frekar sínu fram heldur en ríkisstjórnarflokkarnir. Já, komið í veg fyrir öll önnur mál. Já.
Það er markmið. Það er markmið að stoppa bókun 35, það er bara markmið að stoppa þetta. Þeir ætla að stoppa veiðigjöldin. Það er ekki eins og ríkisstjórnarflokkarnir sem leggja eitthvað fram, ég man ekki eftir neinu sem þeir leggja fram. Máttu því? Nei. Ekki neinu, sko. Nei. Ég held að allur þeirra kraftur hafi farið í þeina mál. Já. En það er nokkra vikur þannig að þingi kemur saman aftur. Já. Og þá kemur kannski í ljós, það ætti að koma fljótlega í ljós hvort að niðurstaða sumarsins sé svo að ríkisstjórnin ætlar að vera með svona frambyggt að málaskrá, ætlar að ná þeim málum sem við erum að nefna hérna og var hent, náði fram fyrir jól, eða hvort að hún sætti sig við það að ná bara 1-2 málum fram og þá mun náttúrulega fátt breytast í íslensku samfélagi. Já. Sem að ég held að ríkisstjórnin hafi ákveðið fylgi til að gera. Já. En síðan er kosningavetur. Já, það er sveitarstjórnarkosningar. Já. Og er ekki óvægt að segja að það er bara engin undirbúningur hafinn? Nei, við sjáum það hverki. Nei. Við sjáum ekki að sjálfstæðisflokkurinn sé ákveðið þessi Reykjavík, hvort hann ætla að hafa leiðtoga kjör, hvort að Hildi verði stilt upp í hvað í 3. kosningunum sem oddvita. Já. Það er ekki sýnilegt eða eitt mann, þú varst eftir því, það var nú verið að tala um að kannski myndi Guðlaugur Þór vilja fara fram. Já. Einu sem fór Björn Bjarnason, varst eftir því. Já, mikla snipu fyrr. Já, sjálfstæðisflokkurinn hefur haft mikið þol fyrir að tína til svona einhverja. Já, og sko hann fór sko gegn Ingibjörgu Sólrúnu og átti ekki róð í hann. Nei. Ekki rót. Þeir sjálfstæðismenn mátu það hérna upp í Valhöll að nú er bara staðan orðið þannig að við verðum að leggja fram okkar besta mann, Björn Bjarnason. En það var eitthvað mat á því hverju var í kjörþokki hans. En sjálfstæðisflokkurinn hefur þó sótti nú hérna Halldór Halldórsson til Ísafjarðar. Jú. Eyþór Arnalds á Selfoss. Já. Þannig að ég hef ekki eitt neinar svona vangavillur. Nei, ekki neitt. Nei. Það var líka þegar komið ljós hvernig verður staðið að framboði VG, Pírata og Sjálfstæðisflokksins. Já. Það er svona margir sem hafa, ég maður að ykkur sem var hérna við borðið sem að nefndi þetta að vera bara ólíklegt að hérna. En allir þessi flokkar eiga borgarfulltrúa. Já. En það er svona allir flokkarnir eru í vandræðum. Já, ég veit það, en samt er það ekki, sko þetta eru sósíalistar með 2 borgarfulltrúar. Ég er hérna með við rauðaborðið þar sem ég kalla rauði þráðurinn. Þá fæ ég hérna fólk svona úr vinstrinu sem kemur hingað og spjalla við mig og morgun kemur Svandís Svavarsdóttir og á þriðjudaginn kemur Sólveig Anna Jónsdóttir. Þannig ég ætla að halda áfram að ræða þetta. Ekki beint svona í einhverjum tengslum við hérna sveitarstjórnarkosningar, heldur bara almennt stöðu vinstrisins og sósíalismans á Íslandi og í okkar heimshluta. Það er gott, en það er samt sem áður sko að auðvitað er þessar kosningar spennandi miðað við skoðanakannanir sko í alþingiskosningum, þá er þetta auðvitað spennandi. Sveitarstjórnarkosningar? Já. Það er eiginlega aldrei svona stórt mál til dæmis í fjölmiðlum sko. Það er alltaf svona vandræðagangur með þetta. Fjölmiðlarnir náttúrulega eiga alltaf í vandræðum stundum finnst bara þið vandræðum með þessu 6 kjördæmi í þingkosningum en núna ertu komið með þú veit með hérna höfuðborgarsvæði allir þessi hérna sveitafélög hérna í einum hnapp og svo ertu með hérna sveitafélög út all land og stundum er bara algjörlega ólíkt hvaða mál eru á borðinu, stundum er það bara einhver brú og stundum er það fiskeldi eða ekki fiskeldi og annars það er það húsnæðismálin og þetta er bara svo þetta er flóki fyrir hérna fjölmiðlana að höndla þetta. Ég fór bara nánast tilkynningin ykkur landið við reynar sveitarstjórnarkosningar og var að tala við frambjóðendur á hverjum stað og ég sko, það var smábátahöfnin, það var vinsalasta, laga smábátahöfnina, það var eiginlega alls það sem sko var sjávarútvegur, smábátahöfnina, en svo þetta bara eiginlega allir sko. En ég hafði mjög gaman að þessari vinnu, ég hætti þetta alveg frábært sko. Herðu, en við finnum út af því hérna á samstöðunni hvernig við fjöllum sveitarstjórnarkosningar. Þetta er að byrja því svona fljótlega í haust. Því það er hafinn undirbúningur það sé kannski ekki á yfirborðinu. Þá eru margir farnir að hugsa til
til frambóðana og það eru margir í Framsóknarflokkurinn Reykjavík og fara Framsóknarflokkurinn yfir höfuð sko, með styrk Framsóknarflokksins í mælingum og þingstyrk að þá getur það gerst þannig að Framsóknarflokkurinn nái kannski bara sveitarstjórnarfulltrúum í svona allra hörðustu vígunum sko, þurrkist út á höfuborginni og þessi langi leiðangur Stengriðs Hermannssonar að koma Framsóknarflokknum á mölina sem leit út eins og Sigurður Ingi hefði fundið einhverja töfraformúlu fyrir og með Willum og þeim öllum. Lilju og Ásmundi. Þetta var bara þurrkað út. Þannig að þeir eru algjöru núllbúndi. Og svo mun eins og ég hef verið að segja að Samfylkingin mun bjóða fram allstaðar í eiginnafni. Þeir ætla að nota þennan meðbyr sem við hafa til þess að festa sig í sessi sem sjálfstætt stjórnmálafl því þau hafa verið í Garðabæjarlistanum, Ísafjarðarlistanum og ýmsu svona þessum fyrirbrigðum sem að spruttu upp frá Reykjavíkurlistanum á sínum tíma. Og það sprengja það allt upp? Ég held að. Og ég held að bara vitið allir sko. En það svona dæmi það sem hefur eiginlega ekkert verið rætt sko. Ég bara verið að segja þetta. En ég hef kannski séð eitthvað svona fréttaflutning af þessu. Þannig við ættum kannski að herða okkur í því. Já, ég var að segja þetta gott í bili. Segð það. Já, þetta þá lokin á þessum fyrsta þætti af Sonum Egils eftir sumarlifi. Nú samfélagið að komast í full swing eins og sagt skólarnir byrja á morgun eða háskólinn og framhaldsskólarnir, svo vika í grunnskólana og flestir eru komnir úr sumarlifi og allir eru að hugsa að fara að drífa í því að breyta heiminum og þetta vettvangur til þess að eiga þátt í þeirri umræðu samfélagið við í þessu þætti, Synir Egils og við Rauðaborðið og víðar. Ég vil minna á og þakka náttúrulega öllum gestunum sem hingað komu og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út og Sigurunni fyrir að stýra umræðinni. En miklu þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu samtali okkar í fjölmiðlun og minni á eins og ég gera stundum að þið hafið byggt upp dreifikerfi samstöðurinn bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar benda á að það er með að finna efnið okkar á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðvarpsveitum, í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilaran.is á netinu, svo spilar líka app sem maður hlaðar niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum og svo eru komin í sjónvarpið til þeirra sem eru svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, kannski, ég veit það ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki líka bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhrings, 7 daga vikunar, allan á þessu hring, samfélagsumræðu í þessum þætti, Rauðaborðinu og víðar. En það sem að drífur samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur átt að segja á því að samstöðun er mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi og það er mikilvægt að hún haldi áfram og haldi áfram að byggjast upp. Og eina leiðin til þess er að áheyrvendur og áhorfendur gerist áskrifundur. Það er það sem að drífur okkur áfram. Ef þú vilt slást í þann hóp, velunnara samstöðurinnar, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er nappur sem ástendur áskrift og þá getur þú skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskriftin. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott í bili, ég óska ykkur bara góðra helgar það sem eftir afinni, svo sjáumst við annað kvöld klukkan 8 að þá eru sagðar fréttir samstöðunar og hvet ykkur til þess að fylgja með því. Senda okkur líka svona ábendingar, þetta er svona verk í þróun eins og samstöðun er bara yfir höfuð og það verður gaman ef þið myndu fylgjast með og leiðbeina okkur hvernig við getum byggt upp öflugan fréttatíma. En þetta er nóg í bili. Takk fyrir mig.